Einn, einn, tveir. Einn, tveir. Einn, tveir. Einn, tveir. Einn, tveir. Já, góða kvöldið, kæru hlustendur. Veit nú ekki einu sinni hvort þið heyrið í mér eða hvort það er lægi með hérna græjunar. Þið megið náttúrulega láta mig vita eða er eitthvað bilað í hljóðinu hjá okkur. Ég er ekki með mikið af tæknimönnum. Það er bara ég. Þetta er svona einmanns operasjón. En þið megið láta mig vita ef að þið heyrið í mér eða eitthvað svo leiðis. Bara svona ef að þið eru í stuði fyrir það. Það tékka á tékka á hvort að læfið komi alveg í gegn. Það er nefnilega aldrei að vita. Jú, þetta verðist bara að vera í lagi. En sem ætti nú ekki að koma neinum á óvart, þá er búið að skora svolítið á mig bara að það er búið að skora svolítið á mig, skal ég segja ykkur að Bíddu. Rosalega hár rosalega hátt hjá mér. Gott hljóð, góð mynd, allt upp á 10. Gott mál. Ég ætla að byrja þá á stuttu myndbandi frá The Guardian. Leyfa ykkur að fylgjast með því. Já, er ekkert hljóð á þessu myndbandi eða hvað. Sjáum við fólk sem er bara í göngutúr. Not essential, segir hver. Hver er búinn að ákveða það að það sé ekki mikilvægt að fara með hundinn út að ganga? Það er bara einhver ríkisstofnun búinn að ákveða það. Þetta sé ekki mikilvægt. Og þið sjá þetta svona eins og dróna myndband. Þið sjá þetta mikið frá Mið-Austurlöndum, þar sem þetta fólk er síðan sprengt í tætlur, sko. Að þetta myndband er svolítið lýsandi fyrir það sem er að gerast. Það sem er að gerast er að það er verið að spila út problem, reaction, solution vitleysu sem að er hugsuð til þess að ná fram þessu Agenda 21. Þess vegna er svo skrítið það sem ég hef sýnt ykkur áður. Og það er þetta event 201. Og þið sjáum náttúrulega 21 Við erum með sem sagt Agenda 21 sem er þetta skítarit
þetta sem sagt áætlun Sameinuðu þjóðanna að Agenda 21 sem sagt áætlun Sameinuðu þjóðanna að það verði eiginlega engin umgengni land neins staðar. Og ég mæli með þér hlustið á Rósu Kori og þar sjáið þið hún lýsir því í smáatriðum og þið sjáið á YouTube það sem hún var hérna í Open Denmark Agenda 21. Hérna sjáum við, þetta var fyrir 6 árum. And then when it's in public hands, it can be then shifted into other private hands, conglomerates, large corporations. So that's the way, this is how it's done. In Europe, all the nations made local Agenda 21 plans. Þannig kemur núna punkt sem þið sjáið núna mikið í, þið sjáið þetta mikið í, skal ég segja þér, því sem að Trump að gera núna, sem að tala public, private og allt slíkt, sko. Hérna talar hún það. All nations. And by the way, if you check out our website, Post Sustainability Institute, you'll find the link to the United Nations where you can actually find your own country, find the plans, find, this was updated, the UN updated it, don't worry about it, I'll give you the information, don't write it down now. What it was that the United Nations recorded those plans and actually had everything together on their websites up until about 1997. So you'll see, you know, from 1992 to 1997, and yes, Agenda 21. One of the best ways, that's how do you implement this? You use the corporations which pressure the government, work together funding the non-governmental organizations which pressure the government, and then you have people that are shifting from one role to the other. Well, they go out of office and now they're the head of whatever the environmental group is, and then they move from there into another elected position, and this is how your policies are changed. In 2012 was the 20th anniversary of Agenda 21, right? Rio Plus 20. And in Rio de Janeiro, what was the deal there? Strengthening the role of major groups, non-governmental organizations. What did they do there? They say it's a failure. If you check it out with the UN, they're going to tell you, oh, that failed. We really screwed. They always tell you they failed. They always tell you they failed in their plans because they don't want you to freak out. Yes, we achieved our goal. So, strengthening the role of major groups, what did they do? They made $500 billion in agreements between non-governmental organizations, foundations. Ég ætla kannski ekki að spila allt vídeo hennar Rósu. Reyndar þetta hérna Open Mind Conference og þetta fullt af góðu stöffi. Hérna Óli Demegard hérna talar hóksið í Noregi og þetta allt saman samkvæmt áætlun og ef við horfum aðeins á hérna event ég spila þetta næstu allt í síðasta myndbandi líka en menn ennþá að spurja þetta eins og þeir hafa ekki hort á neitt eða skilja neitt eða neitt. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care. Many died.
Ok, ég sýndi ykkur þetta allt saman síðast líka. Þannig ég ætla ekki að spila þetta kannski mikið meira. En hérna er bara fullt af vídeo það sem að tala trade and travel. Það var allt saman undirbúið. Ekkert af þessu voru tilviljanir eða neitt slíkt. Og hérna ég hef líka verið að deila undanfarið myndböndum með honum John Goodman. Og hérna bara history. Spila þetta vídeo líka aftur. En menn eru oft og mikið að biðja mig að gera vídeo sko, og ég er mjög þakklátur náttúrulega fyrir í sjálfum sér áhugaðan á því sko. En hérna, þetta er Jason Goodman. Þakklátur fyrir áhugaðan, ekkert að því, en hérna hins vegar Well, okay, here we go. Hope we're live. It's a little difficult for me to check right now. About artificial reality simulations and some of the patents that are utilized to create those. Þið sjáum við hérna, farið inn á hérna, Jason Goodman. Ég held fyrst að hann væri Mossad agent, ég er svo sem ekkert alveg búinn að sleppa honum með það ennþá. To transmit them. En hérna er hann að tala við svona simulation gaur og hérna og þeir hlusti bara á þetta sjálf. En hann er að velta fyrir sér sko Sko í þessu vídeo kemur töluvert mikið að skemmtilegum upplýsingum eins og oft hjá þessum gaur. Og hérna var simulation líka gerð hjá BBC og þeir tala það hérna að í BBC það er sko Serpico og BlackRock eru hérna Serpico og hérna og BlackRock eru hérna fyrirtæki sem að spruttu upp úr frá BBC þess alveg frá 1920 eitthvað sko. Og hérna fer hann aðeins í akkur Hillary var að nota BlackBerry. Hún var að kaupa gamla síma á eBay og það er út af þessum njósnum sko. En hérna skora okkur bara að horfa á þetta myndband. Og annað sem ég ætla að draga fram núna, það var nú það sem ég ætlaði að gera í upphæðu. Þannig var það í þessu best hérna bara. Skoða þetta með Clinton dæmið allt saman, sem er svæst, sem er á kaf í þessari glæpastar sem ég sko. En Mr. Goodman sko, hann fór hérna bara á staðina sem verður að lýsa því yfir að sé algjöru panik og bara allt í látum sko, og hann fer að það niður eftir og þá er bara ekkert að gerast. Sjúkrahúsið bara allir sjúkrabílarnir standa út á götu. Getur verið rólegir, ég kem með samsæriskenningarnar rétt bara. Right, gentlemen. Duty at the U.S. Space Command. Inside, you know, uniforms. They're there for my protection, I'm being told, but I get this, whoa, almost like post-traumatic stress syndrome reaction. On Saturday because I saw a press conference where
A U.S. Army Corps of Engineers general named Todd Semonite, said that they were going to be starting immediately to build this hospital inside the Jacob Javits Convention Center. On my walk there, I happened to pass this parking lot that's dedicated to the New York City Fire Department's EMS service, ambulances. Það getur allir þessi sjúkrabílar standa bara tómir hérna og ekkert að gera hjá þeim. As people can see how many ambulances are on the street there parked. I think there was 10 or 12, kind of a lot of ambulances, and just by chance there happened to be a postman delivering mail at that time. I always like to ask questions of post office workers because they know the neighborhoods very well. The guy said that this was more ambulances than he usually sees there, but it's not unexpected to see ambulances there because, as he pointed out, this is a parking lot for ambulances. But, you know, for me, the fact that they're all there, parked with no drivers in them, doesn't seem to indicate that there's a pandemic. Ekkert að gera hjá þeim bara. Þeir bara standa þarna og eru í sjálfum sér ekkert að gerast. Hérna var sagt sko að það vantaði ventilatara sko. Svo daginn eftir fundu er einhverja 1000 af ventilatarum sko. Hérna er það sem þessi hjúkrunarkona var. Það var hérna í þessum spítala. Og hann fór bara að tjekka það á því sko. Hérna sjáum hann. Þetta er spítalinn, það sem er allt brjálað að gera. Hérna er bara öll New York að bráðna sko. Þetta eru kræsisleikarar, sjáðu. Definitely looks not as dense as it was the other day. Do you ladies live in this neighborhood? You live in this neighborhood? ¿Hablas inglés? No. ¿Vivas tú en este neighborhood? Þetta er hérna gaur að reyna að hrella hann sko. Sjáðu. Can I walk to it? Can't walk to it. All right. How you doing, Mr. Corona? I love you, Mr. Corona. Interesting. He loves Corona. So here are the police. I don't know. I mean, it could be true that there are people in there dying, or this could just be a free clinic for coronavirus screening. I mean, if you sent out an email blast for coronavirus screening right now, would this many people show up? See that New York Times article ekkert að gera, enginn inn í bílunum. The doctor said there's not enough ventilators, but the official Sjáðu svipinn á þessum gaurum. that was untrue. Were you aware of that? We don't work for the city, so. You don't work for the city? Do you guys? Well, I would say it's Grounds, but I think that the sidewalk is public grounds. If the hospital is overrun, I definitely think there's a lot. Bara algjör vitleysa sko. Og hérna fer hann annars staðar sem stendur tómt hús. Og alltaf þeir eru tóm hús, það er eins og sand í húk. Mike, things are getting hectic as this coronavirus pandemic situation intensifies. Doing? Pandemic. Cuomo's full of shit. You know how hard it is to build one of these hospitals? Just one. It's like, come on. You're going to build 4? Based on what? Like, in a week. Yeah. And no one's going to show up. How about you start with 1? There's not even any proof they're building 1, right? But what I'm saying is, if you talk to guys in the military, they're like, 4. Haven't seen it. Let's take a quick look, and then you and I can get in depth on analyzing what's going on and what these guys might be up to when the show continues for the sponsors on Patreon and Subscribestar. Javits Center at all? Did you guys see any of the army trucks? Það var engin sko lögga á lestastöðinni. Loading into the Javits Center? No. Why we have such a heavy concentration here? There's no cops around anywhere. What? Sorry?
You said Walk around, yeah. okay, so I'm trying to get out of the street. There's more police right here, right now, than there are. Ok, þið bara horfið á vídeóin, ég skal hugsanlega setja linka undir. En það sem er mikilvægt að vita í Agenda 21 og þetta vídeó sem ég sýndi ykkur upphafi, sýni ykkur aftur skjáða minn, að það er þetta hérna. Þetta er nú bara í Bandaríkjunum, eða það er búið að gera svona yfir allan heiminn. Og á þessu korti sjáum við að hugmyndin er, sko, rauðu svæðin, engar manneskjur, sko. Grátt er military, indjánabyggðir, normal use er grænt. Það er næstu ekkert grænt nema bara í borgunum. Og þetta er líka ástæðan fyrir brununum. Og það er sko þróun í þessu. Þetta er bara eins og að horfa á kort af Palestínu náttúrulega. Það sem að hverfur alltaf meira og meira. Og það stækka alltaf rauðu svæðin. Og það er þetta sem að þetta snýst allt saman um. Þessi hoax vírus, þetta já, það er eitthvað skilabóð hérna sem ég skil ekki. En allavega þá er þessir atburðir sem er að gerast núna. Það er alltaf mjög erfitt að lesa í þá reyndar, ég skal viðurkenna það. Mjög erfitt að átta sig á því hvað er akkurat í gangi. En sko ef við horfum aðeins á bara íslenska fjölmiðil, hérna eins og Vísir til dæmis, þá sjáum við ákveðið þema hérna í gegn. Að eins og með vídeo sem ég sýndi ykkur áðan, hérna með þetta hérna, það sem að verða stöðva, sko ef við horfum á þetta hérna, frá The Guardian sem er áráðispleppar New World Order, sko, að það sjáum við að það er strax bara byrjað að reka fólk af landsbyggðinni eins og var hann í Agenda 21 kortinu. Og hérna er þeir að tala um mikil vonbrigði að fólk fylgi ekki einhverjum leiðbeiningum þeirra. Sko, við þurfum að átta okkur á því að allar þessar aðgerðir eru undir merki ríkislögreglustjóra sem að er í raun íslenskur her. Og þetta er ekki svona kóróna. Þessar tölur eru allar meira og minna falsaðar. Og Kínverjar og Rússar eru að koma mikið til Evrópu eins og ég var búinn að spá. Og fólk sem ekki virðir útgöngubann og þetta er raun herlög. Þetta er þessi fjársvikari. Ég er að leita að einu hérna sérstöku frétt, sko, þessi hérna, já. Þetta er dama sem er hluti af skipulögðu glæpa samtökunum sem kalla sig valdstjórnin. Og
ég tek það fram að kemur endar í fyrirvara undir öllum vídeóm og rásinni þannig að ég er bara að tjá skoðanir mínu hérna. En í raun eru allar þessar aðgerðir bæði hjá ríkislögreglustjóra og öllu þessu apparati, allt sem að Kári er að gera, sko, það liggur engin sönnun fyrir að vírusar séu einu sinni til og það liggur engin sönnun fyrir því að DNA sé til. Kári sagði sjálfur þegar hann var gengið á hann í Harmageddon eftir að ég lýsti því yfir að DNA væri hoax, þá fenguðu Kára daginn eftir eða 2 dögum seinna til þess að andmæla mér. Og þegar þeir gengu á Kára þá endaði hann á því að segja að þú ert með bara alls konar gögn og á einhverju stigi þarft að taka leap of faith til þess að byrja síðan að skálda. Þetta er hérna lögmálið, gefðu mér eitt kraftaverk og ég sanna fyrir þér restina. Og hérna sjáum við viðtal við þessa kalla sem að eiga að vera að rannsaka vírusuna. Hlustum á þetta skeið, þetta er eitt af mikilvægasta sem ég mun sýna þér í kvöld. Amyl nitrite. We saw KS decline, interestingly parallel to the decline in popper use. We now know that Kaposi sarcoma is caused by a second virus, the human herpes virus strain 8. To rescue comes another virus. As always, when you're in trouble, you find another virus. If one wants to look at really what causes this, we've got to look beyond just HIV and just beyond HHV8. Calling it a disease, see? And to give it that name, AIDS. So everything's included under that, and you don't have to just say, I mean, if you just said, you know, these people are getting a lot of weird diseases, all kinds of diseases, it wouldn't have had the same impact. It was much better to say, there is an infectious organism on the loose in America, and it could get you. I had interviewed the world's leading HIV experts and discovered that the 2 benchmark diseases of AIDS have alternate explanations. Once again, I turned to Dr. Gelderblum, seeking proof of HIV's existence in the most recent images available. Here, you do not see anything about the details, but I would... Hann er að sýna þér sönnunna fyrir vírusum sem er engin. Og heyriði hvernig hann segir probably, sennilega er þetta vírus. Takið þið sérstaklega eftir því. Say, it's probably a virus. Þetta er sennilega vírus. These are HIV here? Yeah. Oh, so are these HIV too? Yeah. Everything's Probably. 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 Yeah. What can I tell you? You know, I mean, it exists. Gallo said he had all these viruses, and it was a lie. I think HIV totally has turned out not to be the cause of AIDS. HIV has turned out not to be. Gelderblum's images, said to come from isolated HIV cultures, provided no proof for HIV's existence. So I asked Nobel laureate Dr. David Baltimore and Dr. Robin Weiss how they would isolate and photograph this elusive virus. Well, didn't Dr. Gallo do that? I mean, he actually isolated it, so... Yeah. I mean, why should I do all of this? This is all textbook stuff you're asking me. I'm not quite sure what's behind your question about isolation. I don't want to be your textbook, you know? I got other things to do. They're in Nobel laureate in psychology of medicine, professor. Þetta lið er allt saman sturlaðir plebbar, sko, sem að stunda mannfórnir og allt þetta barnadæmi með Epstein og allt þetta líður allt saman í þessu kulti, sko. Og þetta koronadæmi núna er í raun endurvinnsla á þessu rusli, sko.
The scientists have been embarrassed about this. They know that it's flawed. In 1987, the CDC made 2 mind-boggling changes in the definition of AIDS, which are in effect today. You can be diagnosed with AIDS without ever having an HIV test. In 1987, I had a lesion on my arm, and it was KS. Hann raun að segja að þú getur greinst með AIDS án þess að það sé tekið test. Kaposi sarcoma. The doctor diagnosed you with AIDS without an HIV test? Yeah. You can be diagnosed with AIDS if you've tested negative for HIV. Alvin Friedman Keene found 16 patients with Kaposi sarcoma among gay men in New York City in the 80s. They did not have HIV infection. Yet they had AIDS by our definition, right? In a World Health Organization publication, Dr. Chin writes, "It should be emphasized that the surveillance definitions for AIDS were not intended to be reliable indicators of HIV infection." If you have thousands of documented cases of AIDS without HIV, how can HIV cause AIDS? Why do you believe that HIV does cause AIDS? Because that's all the information that I've been given. Because we've never been taught anything different. We have read it, heard it. Because that's what the scientific community has told us. Þetta þú ert fávitin á götunni. Býst ég við. Nei, þá var hún ekki að hlusta á þessa rásuð. Scientists are supposed to observe, experiment, and reason from what they observe. They're not supposed to grab hold of an idea and cling to it and adjust everything else in their perceptions to fit that idea. I think an HIV positive test means that your life is forever changed. You have a whole new battery of things to consider for yourself. What does it mean to me? It's very hard to find anyone who's... Þessi kona vitnar hér það að hún 1992 var hún sögð vera HIV positiv og hún fór ekki lyfjameðferðirnar eða hún hafnaði lækningum frá þessum drullusokkum sko. Hún ennþá lifandi. Hún sagði allir í mínum, hún var í svona hóp, einhverju stuðningshóp fyrir HIV positiva. Hún sagði að dóu allir nema ég. Og hún var svo eina sem hafnaði þessum svokölluðu lækningum sem eru eiturbrasarar andskotans. Supports you when you say, I don't think I'm going to die of HIV or AIDS. The typical model of HIV equals AIDS equals death. Want to eat, she's having leg cramps, and then the doctors would say, well, maybe we better raise that AZT dosage, get that T cell count back up. We're going, I think it's kind of making her sick because she doesn't want to eat. She's having leg cramps, and they'd say, well, it's the HIV, and that's what it does. It's all part of the package. The treatment causes a very similar condition we would expect from an AIDS patient. That's why nobody knows. Þannig að ef að þú trúir þessum fávitum með allar þessar upplýsingar eru allar á internetinu og náttúrulega ef þú ert að horfa á mig ertu væntanlega með aðgang á internetinu, þetta allt saman þarna. Og þessi vírus bólusetningabransi stæðsta og hættulegasta skipulega glæpastarfsemi í heiminum sannlega í dag eða með þeim stæðstu og fólkið sem að vinna við þetta fólk sem hefur bara lýst því yfir að þau hafa bara lýst því yfir og reist að minnivarða fyrir 30-40 árum 1980 það 20-40 ár síðan þetta minnismerki var reist og þetta minnismerki lýsir því yfir að halda mannkyni undir 500 milljónum. Það þýðir að í dag við þurfum að eyða cirka 95-98% mannkyni til þess að ná þessum markmiðum hérna. Og þessi markmið eru rosalega mikið í stíl við
þessi markmið hérna sem Agenda 21. Hlustum að You're going to be concerned about this, not just hlustum að sá hérna mjög góðan sprett hjá Rósu. as citizens of whatever nation you live in, but as free human beings. And this, of course, is a nonpartisan issue. So United Nations Agenda 21 Sustainable Development was agreed to by 179 nations, including the United States and Denmark, in 1992 at the UN Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil. In the US, George H.W. Bush committed us to implementing sustainable development. Þetta það sem að sko, þeir náttúrulega slepptu sér alveg þegar að Trump prumpaði á þetta sko. Trump í raun sagði upp hluta af þessum samningum öllum. Þessu CO2 rugli öllu saman. En þau eru áttökur á því að þetta lið hérna allt saman, þessi kettling hérna, og að þeir eru allir inn á þessari línu. Og eru mjög bara inn á eru bara mjög mikið inn á að fækka mannkyni og vera áfram sem sagt elita heimsins. Byrju, þetta var ekki með henni nýskipuðum einræðisherra. Sjáuð alla þessa búninga og þetta bara sturlun sko. Þetta lið gjörsamlega gaggala gú sko. En já, þeir eru að horfa á mig en ekki á skjáinn. Ég hræðilegu tæknimaður. Ég sýndi ykkur Georgia Guidestone, já, búin að sýna ykkur það. Okay. Sko, og nú er ég búin að sýna ykkur svolítið grunn hérna. Já, þetta bæta einu við hérna enn. Þetta góð linkur hérna. Vantar einn punktinn í þetta ennþá. Og það skal ég segja ykkur, þeir sem að dreifa koronavírus eru hryðjuverkamenn. Og og það gerist þá bara einfallega að byrja að finna hérna eitt. Sýn ykkur eitt en hérna, já, ég var að tala það bara ef að þú ert valdstjórnin og valdstjórninnar í heiminum eru að taka sér þetta vald, að það bara að segja, herru, þú ert með koronavírus og þú átt bara að vera í stofufangilsi eða við handtöku þig eða hvað sem þú bara tapar öllum réttindum eða öllu bara umsvifalaust ef þeir segja að þú ert með koronavírus. Ef þeir segja að þú ert með koronavírus, þá ert þú bara komin í prísundina sko, komin í rannsóknarréttin og komið fram við eins og terrorista og býtu bara að þeir munu gefa sér leyfi til að bara dróna hérna hryðjuverkamenn, bara dróna á. Þetta líður svona klikkað sko og það eftirtektarvert
að þetta hérna Theranos, ég veit ekki hvort að þið kannist við þetta fyrirtæki. Þetta var hérna kettling sem að hérna stundaði mikla svikastarfsemi í kringum svona greiningavélar. Og hérna það er þessi Elizabeth Hines, eða hvað hann heitir hérna, Holmes, já. Að hún var alltaf að gera svona eitthvað test, sko. Hún var alltaf að gera sko blóðprufur á bara korter eða eitthvað svoleiðis. Og menn skildi aldrei neitt í því, sko, hvernig var þetta að gera með svona einhverju brauðrist. Hún var alltaf fram að bara kaupir þessa brauðrist og gerir blóðrannsóknir sem að kosta skriljónir, sko. Og allir aðrir eru með bara þvílíkar græjur í það, sko. Og hérna þetta eru sko skriljóna maskinur, sko. Og ein maskina gerir bara þröngt test, þannig að þetta kannski keyra þetta í slatta af maskinum. Og hérna hún var að segja, sko, ég get bara með þessari brauðrist sem hún var alltaf að finna upp, þá get ég bara búið til. Hérna, þú kaupir bara brauðristana hérna á 5.000 skall og þá getur þú gert bara blóðprufu í brauðristinni. Og þrotabú eða lögmenn þessa fyrirtækis leifanna af þessu fjárhagssvindli hérna, þeir eru að gera patentkröfu í fyrirtækið sem að er að gera þessi test, þessi COVID-19 test. Og það er þetta fyrirtæki sem heitir BioFire meðal annars. Og það eru fleiri sem er að gera þessi test og þið munið kannski að Trump afturkallaði sendingu af testum. Og hérna þegar hann var að segja þau eru öll bara í vitleysu, sko. Hérna er sem sagt einhverja maskínu bara sem að þessi sértrúarsöfnuður trúir að virki. Og eins og Rósa var að segja áðan, sko, FDA, þar er þetta með fóstur og FDA, svo er hann orðinn fóstur og BioFire. Og þetta er allt saman sama mafían. Og þetta er það sem þeir kalla full spectrum dominance. Að þeir ráða öllum hringnum, sko. En það er sem sagt verið að sita upp umhverfið þannig að þetta er það sem að New World Order er að reyna að gera í 53 löndum núna. Að hérna þá bara segja þér, heyrðu, þetta er bara terroristar. Við erum með hérna test úr þessari maskínu sem við byggum og við erum hluta til að nýta sér patent frá þessari svikamilli hér. Og ef að þú ert með COVID-19 þá ertu bara að skjóta það að færi eða dróna þetta til dauða eða hvað sem er. Og hérna það var ekki góð tökum til dæmis dæmi government, þeir sem að trúa á með þess að trúa á einhvers konar stjórnvöld, að þeir voru að flokka þetta niður bara sem hættulausan sjúkdóm. Og hérna þannig að það eru og já, og hérna það sem ég er að segja
þetta valdagrab sem hefur átt sér stað hérna hjá íslensku valdstjórninni er fullkomlega ólögmætt. Þeir geta ekki lagt fram neina sönnun fyrir tilvist COVID-19. Það er engin sönnun til fyrir því að vírusin sé til. Að láta sig dreyma að sekta fólk er náttúrulega bara gert með ofbeldi. Þetta er náttúrulega ofbeldisstjórn sem bara gerir það sem henni sýnist og þú heldur bara kjafti og borgar. En þetta byggir á hóksi, á blekkingum. Það er ekki til neitt sem heitir vírus. Og ef að þetta fer fyrir dómstóla, ef að þið fáið eitthvað svona sekt fyrir að ef þið fáið eitthvað 50.000 króna sekt, þá bara er þetta styðsta dómsmál í heimi. Þið segir bara, heyrðu, getur þú vinsanlega lagt fram sönnun fyrir því að vírusar séu til? Og þá kallaði náttúrulega Kára sem vitni. Hann hefur ekki sannað eitt eða neitt. Og eins og Rósa var að segja, þá renna þessi kallar þetta pakk, það rennur úr hann var á RÚV eitthvað að skamma frambjóðendur, var ekki til forseta eitthvað, eða hvort það var Alþingi, og hann er bara ráfandi allt stjórnkerfið eins og ellega er kalla á hóruhúsi eitthvað. Og og hann er bara pirraður yfir því að fólk hafi einhverja persónuvernd, hvað rugli það? Öll þessi sýni sem hann átti að fá, hann ætlaði bara að nýta sér það. Og hann fær 140 skall að minnstakosti fyrir hvert test sem hann tekur í þessari brauðrist sinni sem á að sanna þetta allt saman. Þannig að ég trú ekki orðaði sem þessi ykkur segir ever. Ég er ekki búin að forhlusta þetta neitt. Með helmingsaf gerast annar staðar að meira krafti heldur náður. Viðbröð alþjóðasamfélagsins er að leggja hagkerfi hinna ýmsu sem kunna hafa mikið að segja kortlækningu veirunar heim allan og hvernig hún... Þetta er Frosti, besti vinur minn. Fjölmella anskotans. Komiði sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Dr. Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskar erfðagreiningar og prófessor í læknisfræði, hefur verið mikið í sviðsljósinu undanfarna vikur, enda hefur fyrirtæki hans leikið lykilhlutverk í rannsóknum á útbreiðslu kórónuveirunar hér á landi, rannsóknum sem kunna hafa mikið að segja kortlækningu veirunar heim allan og hvernig hún stökkbreytist þegar hún ferðast á milli fólks. Við settumst niður með Kára í gær og fórum yfir stöðuna. Kári, þetta eru sannarlega undarlegir tímar sem við lifum núna. Já, það eru undarlegir tímar fyrir minnst og kosti 20 hluta sakir. Í fyrsta lagi þá gengur faraldur yfir heiminn sem að fer eins og eldur í sínu og meiðir fólk og deyðir. Þeir eru og sjáum við hérna. Sjáum við þessa bólu hérna og sjáum við Rússland. Þetta er það sem við kallum tölfræði fals. Þetta er bara tölfræði fals 101. Þessar klessur hérna eru bara algjört rugl Það er sennilega að koma upp úr dúrnum að þetta er allt saman bara hóks og vitleysa Meiðir fólk og deyðir. Þeir eru að leggja... Þetta eru sjúkrabílarnir, munið sem stóð allir á hann. Hagkerfin ýmsu landa í rúst. Og svo eru það viðbrögðin við veirunni. Og eins og stendur má deilum hvort er að valda okkur meiri verkjum veiran eða viðbrögðin. En hvers vegna eru viðbröð alþjóðasamfélagsins svona
svona kröftug við þessari veiru en ekki til dæmis SARS eða svína? Af því að þessi berst miklu hraðar, hún virðist vera miklu meira smitandi. Svo líka svo margt sem hefur gerst, þess að hún berst hraðar heiminn vegna þess að hún líklega meira smitandi og síðan líka vegna þess að við ferðumst meira heim. Líklega að hún meira smitandi. Svo annað í þessu að vegna þess að við lifum öll í eþernum, raunverulega í einum heimi. Nú hann farin að tala íþerinn. Þessir helvitis vísindamenn stela alltaf allir viskunni hérna Frelsi TV. Það berast fréttir svo hratt og menn hafa möguleika á því að bregðast við því sem að gerast annars staðar að meira krafti heldur en áður. Það kemur fram hérna í ívent ráðstefnunni að það að tala að flæða hérna alla samfélagsmiðlana og mídíuna. Það kemst ekkert að eins og svona vitleysingur eins og ég kemst aldrei að henni einstæðar. Kári segir það óhugulegt við þennan faraldur hversu banvænt sjúkdómurinn COVID-19 er. Hann er nefnilega ekki banvænt. Þarna Frosti vinur minn bara hreinlega að ljúga. Það er ekki satt. Á Ítalíu hafa yfir 7500 látið lífið, á Spáni talan komin yfir 3600. Þetta eru að öllum líkindum kræsisleikarar og falsaðar tölur. Og faraldurinn virðist líka ætla að koma illa niður á einstökum ríkjum Bandaríkjanna. Það þarf ekki að grúska lengi á netinu til þess að sjá að hinir ýmsu faralds- og veirufræðingar hafa talað nokkuð lengi að von væri á faraldri sem þessum og þess vegna hafi menn verið að spyrja sig hvort vísindamenn hafi sofið á verðinum og hvort mögulega hefði mátt sjá COVID-19 faraldurinn fyrir. Það hefur ekki hægt að sjá þennan tiltekna faraldur fyrir. Menn voru að spara. Það er ekki hægt að sjá hann fyrir. Samt var talað þetta hérna í október. Bill Gates talaði þetta áður og svo er náttúrulega töluvert mikið af bíómyndum sem þið getið fundið sem að fjalla akkurat þetta og Rockefeller Institute eða Foundation gaf út risa skýrslu. Það er hvort að finna það. Coronavirus. Já. Þekki hana á coverinu held ég. Hérna, já. Nei. Já, þeir sem sagt gáfu út skýrslu fyrir töluvert löngu síðan þar sem að þeir töluðu nákvæmlega þetta scenario og hérna þannig að þarna Kári aftur að ljúga og þeir hafa Kári náttúrulega hluta Rockefeller fjölskyldunni sko. Finn þetta, hann er ekkert verið að hjálpa mann að finna svona á hraði sko. Þannig að ef að þið finnið skýrsluna með hendar linknum á mig. Og hérna í þessari skýrslu er þessu lýst í smáatriðum. Ég leita þessu eftir. Haldum árum að hlusta á. Ég get leita þessu bara hérna með hana. Nú er ég að fatta nýtt trikk. Halda ykkur uppteknum. Á því að það gæti komið faraldur af þessari gerð og þegar menn hafa verið að horfa á þennan lífheim veirunar sem að stökkbreytist tiltölulega hratt og kemur fram í alls konar myndum, þá var það ekki framandi kenning að halda því fram að svonlega gæti gerst. Og það var ekki bara veirufræðingar, það var alls konar fólk sem að spáði svona. Það er hægt að finna á YouTube TED fyrirlestur sem að Bill Gates flutti það sem fyrir svona 6-7 árum síðan. Það sem að spáði því að svona faraldur gæti komið og við erum einstaklega illa í stakk búin til að takast á við það. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this.
Og það alveg rétt, við erum með... Það einmitt sko síðasta hugarstjórnartæki sem var notað. Það hérna... Það voru kjarnorkusprengjurnar sko. Kjarnorkusprengjur eru ekki raunverulegar, það eru ekki til. Og hérna... Þannig að það alveg rétt hjá honum að þeir eru það sem að Gatesin var að segja er að við ætlum að skipta úr kjarnorkuhræðslunni yfir í vírusahræðsluna. Bæði lygi og nota til þess að hræða shitinn út úr þér þannig að setja stjórna þér. Við höfum ekki bara verið illa í stakk búin tæknilega séð, heldur líka svona sálfræðilega. Það er furðulegt að sjá hvernig hin ýmsu lönd hafa brugðist við þessu á hinn ýmsa máta. Og ég var að vitja að ég er mjög montinn af því hvernig Þórólfur og Alma og Víðir og allt þetta fólk í kringum það, hvernig þessi stjórnvöld hafa brugðist við faraldrinum hér. Og ég er líka montinn af ríkisstjórninni fyrir að hafa haldið að sér höndum og ekki gripið fram í fyrir þeim sem eiga raunverulega stjórna þessu. Og að því leyti höfum við staðið okkur betur en til dæmis Danir, þar sem að það voru stjórnmálamenn sem tóku þá ákvörðun á lokalandinu gegn ráðum þeirra sem að stjórna þessum málum þar. Sama má segja Bandaríkin og ýmis önnur lönd. Þannig að ég held að við höfum haldið ró okkar og æðruleysi. Það er annar punktur sem er hérna í gangi. Það er sko þetta lið sem er að gera þetta Agenda 21 og allt þetta. Þetta er háskóla viðskipta samfélagið. Og og þeir vilja taka öll völdin. Þetta er svona teknokratist viðbjóðar dæmi sko. Og mjög vel fjallað það hjá vinni mínum í Truthstream Media. Ja, jag har något problem med halsen. Sænsk auglýsing fyrir ekki. Because this buy things on marketplaces that you want to do. 2/3 of them are for neurological damage or even death. You know. And they're rushing this thing through as fast as they possibly can. They already started testing it on someone Monday. So the article ends by saying, as usual, the true cost will be borne by the poorest and the weakest, people with less access to health care or who live in more disease-prone areas will also be more frequently shut out of places. Ég er sem að leita myndskeiði í þessu vídeo Þið getur hlustað aðeins á meðan bara. Opportunities that are open to everyone else. Gig workers will see their jobs become even more precarious. Immigrants, refugees, the undocumented, and ex-convicts will face yet another obstacle. With a minimum of cases, and then any pigs? Time beyond that, and that is what these people are discussing, and I think people need to know. So, anyways, we love you guys. Talk to you again soon. What I will say of this virus, I think we're in the middle of a massive experiment. Við erum í miðjunni af stórri tilraun, segir hann. Worldwide. Allan heim. Where's the guinea pigs? Erum við tilraunadýrin? The experiment is. Hann svaraði ekki, segir kannski. En tilraunin People listen to scientists. If we all paid attention to what scientists say, maybe the coronavirus will just blow on by. And with a minimum of cases, and then we kicked its ass for obeying the recommendations of scientists on how to minimize your chances of getting it. It's an interesting experiment we're in the middle of. I think we're in the middle of a massive experiment worldwide. And where's the guinea pigs? Maybe the experiment is. Ég taki eftir að ég er að spila þetta tvísvar. Þetta er bergmálar þessum að þessi plebbi er að segja. Segðu mér, hvað hefur verið svona mest aðdánuvert? Stjórna þessum málum þar. Og sama má þeim sem eiga raunverulega stjórna þessu. Og að því leyti höfum við staðið okkur betur en til dæmis Danir, þar sem að fólk í kringum það, hvernig
þessi stjórnvöld hafa brugðist við faraldrinum hér. Og ég líka montinn af ríkisstjórninni fyrir að hafa haldið að sér höndum og ekki grip. Þessi kettling hérna, hún vildi alveg endilega að kárisminn fengi verkefnið án útboðs sjálfsög. Það hafa brugðist við faraldrinum hér. Og ég líka montinn af ríkisstjórninni fyrir að hafa haldið að sér höndum og ekki gripið fram í fyrir þeim sem eiga raunverulega stjórna þessu. Og að því leyti höfum við staðið okkur betur en til dæmis Danir, þar sem að það voru stjórnmálamenn sem tóku þá ákvörðun á lokalandinu gegn ráðum þeirra sem að stjórna þessum málum þar. Og sama má segja Bandaríkin og ýmis önnur lönd. Þannig að ég held að við höfum haldið ró okkar og æðruleysi. En hvað, segðu mér, hvað... Það í raun hluti af þessu valdabrölti á milli þessara New World Order-ista sem eru samruni af pólitíkinni, háskólasamfélaginu. Ég er búinn að fara yfir þetta 1000 sem áður með okkur. Og hlustum aftur á þessa pælingu. What is going to happen beyond the immediate threat that they keep just inundating us with information about all day long, every single day. There's a time beyond that, and that is what these people are discussing, and I think people need to know. So, anyway, we love you guys. Talk to you again soon. What I will say of this virus, I think we're in the middle of a massive experiment worldwide. And where's the guinea pigs? Maybe the experiment is, will people listen to scientists? If we all paid attention to what scientists say, maybe the coronavirus will just blow on by and with a minimum of cases. And then we kicked its ass for obeying the recommendations of scientists on how to minimize your chances of getting it. That would be, it's an interesting experiment we're in the middle of. Já, það nefnilega svolítið athyglisverð tilraun, sko. Hvað hefur verið svona mest aðdánuvert í þessum viðbrögðum okkar sóttvarnaryfirvalda? Mér hefur fundist þau sýna töluvert æðruleysi. Mér finnst þau hafa sýnt aðdáunarverða þolinmæði og hafa ekki látið ýta sér út í að gera þá hluti sem líta út fyrir að vera myndarlegir, til dæmis að loka öllu. Það hljómar voðalega vel. Þú bara tekur lykil og þú læsir öllu. Og það vita allir að þú ert með afgerandi afstöðu í málunu. Þau hafa tekið að mér finnst mjög hóflega afstöðu þessum málum og mér finnst þau hafa gert allt rétt. Hver heldur að verði stóri lærdómurinn af þessu öllu saman þegar upp staðið? Ég held að minnst og kosti lærdómurinn sem við getum dregið hér upp á Íslandi sá að við getum staðið saman og stöndum saman þegar að gefur á bátinn. Þessi þjóð villimanna sem eiga svo erfitt með að láta sér líða vel þegar allt gengur vel. Þarna hann að kalla Íslendinga villimenn. Og þar hann að tóna á móti Brave New World sem við sýndum ykkur síðast meðal annars. Sko ef þið efist það í eina sekúndu að þetta lið sé gjörsamlega sturla að þá eru þið illa sofandi. Meira auglýsingar. Halló. Meira, betur ég má ekki sýna þetta held einu sinni. Ég var að passa mig á þessu næst fyrir ég. Hérna allt fólki sem ég var að tala með í Eitraði. Þessi hérna gaur var náttúrubarn, sko. Og þetta eru þið, góleminn, sem búið að eitra fyrir. Og þetta að fólki sem alltaf á ráðstöfnum og Allandi konsól og valdstjórnin og allt það pakk, sko. Það þetta fólk hérna sem lifir og sjáðu hvernig allt unguð, sko. Þessi mynd var gerð einhvern veginn bara 1700 og úrkál, sko. Og eða skrifað, sko.
Þetta var skrifað fyrir rosalega löngu síðan og meiri auglýsingar. Wow. Aldrei fæ ég svona auglýsingar. Hérna sjáið þið bara, þið horfið á þessa mynd hérna. This is for educational use, YouTube. So we have that The straight. catechism. Community. Community. Identity. Identity. Stability. Stability. Ford bless you. Ford. Ford Motor Company, sko. En þeir átt að sko, hérna þessast corporationið stýrir þessum söfnuði. I am Mustafa Mond, assistant controller to her Ford chip, Nixona Bic Western World controller, and I have been Western World Controller. assigned to show you certain selected histobunk highlights from the past. But everything is perfect now, and everything will always be perfect. So what does it matter what things were like when it wasn't perfect? Excellent point, but quite misguided. Exposing future stability monitors, such as yourself. Hérna finnur Kári sig í þessu hlutverki. Hún bregst býsna vel við þegar að koma krísur stöndum saman þegar að gefur að bátinn. Þessi þjóð villimanna sem eiga svo erið. Þessi þjóð villimanna, hlustið. To the imperfection of the past is of course part of the perfection of the present. Centuries ago, in primitive times, before the dawn of civilization, Þetta sennilega Frosti. there were things Flott that would be samfestingu. inconceivable to us today. Inconceivable to us today. Fátækt, þeir alltaf að berjast við fátækt, minni. Although there was actually land and food in abundance, some starved, because unlike our perfect society, they were unable or unwilling to balance population to consumption. Sometimes too much of one, or too little of the other. The result? Disease. And rather than eradicate the sources of disease, as we have done, the superstitious primitives continued to rely upon a quite useless class of technicians called doctors. Violence, which the ancients actually appear to have enjoyed and reveled in. Þannig geti ég reynda að vera sammálanum að þessi vísindamenn séu gjörsamlega gagnslausir villimenn. Með að láta sér líða vel þegar allt gengur vel. Hún bregst býsna vel við þegar að koma krísur af þessari gerð. Ég er mjög montinn af því hvernig þetta samfélag hefur tekið á því. Svo held ég að við verðum líka að draga þá ályktun að það sé kannski að þessi hugmyndum fæðuöryggi sé ekki eins vitlaus eins og menn hafa haldið. Ég held ég fram að menn hljóta að komast eftir þeirri niðurstöðu við verðum að verja okkar landbúnað, við verðum að geta fætt okkur þó það komi krísa þessari gerð. Til dæmis, ég held að við hljótum að fara að velta því alvarlega fyrir okkur að fara í stað þess að flytja allt okkar grænmeti frá löndum sem rækta grænmeti í gróðurhúsum, að fara að rækta okkar eigin grænmeti í okkar eigin gróðurhúsum með rafmagni sem bæði vistvænt og á að geta verið ódýrt. Í öllu þessu ferli frá því að faraldurinn fór hér fyrst af stað á Íslandi í lok febrúar hafa Kára Stefánsinni og Persónuvernd í tvígang lent saman. Fyrst var það þann 7. mars þegar Íslensk erfðagreining bauð fram krafta sína til þess að skima fyrir veirunni, en þá hvað vísindasiðanefnd bauð fram krafta sína. Eins og þetta sé ekki allt saman hannað. Hlustum meira hérna. While we have been perfectly conditioned to want only what we have and to have only what we want, and are therefore always happy, the uncivilized ancients were prey to destructive emotions, such as Hann að segja villimenn, alveg eins og Kári var að segja. ambition, hate, and love, which of course always led to violence, which in turn naturally led only to more violence. And senility, while we remain at the prime metabolic age of 35 to ensure a maximum level of useful consumption until painless death from chemostimulation between the ages of 80 and 90, the people of the past lacked the knowledge of how to stay young, even though they apparently valued youth so highly that they actually indulged in superstitious self-mutilation. As seminarians who will one day take your places in synthoculture stability centers, you must
face these histobunk facts, unpleasant and even revolting as they sometimes are. Eating the actual flesh of animals. Og þetta raun bara fjölmiðlarnir í dag á Íslandi. Þeir bara endurspegla þetta sem verið að segja þarna. Ég ætla að henda inn hérna einu kvóti frá einum kalli sem veit hvað þetta snýst allt um. In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way. Franklin D. Roosevelt. Ok. Hlustum meira á Upphafinn úrskurð eftir að hafa ráðfært sig við persónuvernd að slík aðgerð væri leyfisskyld. Við þetta var Kári mjög ósáttur. Og það mjög athyglisvert að þú ert með stofnun eins og persónuvernd sem full af mjög flinku fólki til þess að greina svona það sem lítur af persónuvernd en afskaplega litla þekkingu þegar kemur að því hvað sé heilbrigðisþjónusta og hvað vísindarannsóknir og svo framvegis. Málið var á endanum leyst og Íslensk erfðagreining hóf eins og frægt orðið skimun af fullum krafti. En svo þegar fyrirtæki ætlaði að fá leyfi til að birta niðurstöðu sínar í ritrýndum vísindagreinum, meðal annars í New England Journal of Medicine, kom aftur upp babb í bátinn þegar að persónuvernd sagðist á föstudaginn síðasta ekki geta afgreitt umsókn þess efnis fyrr en eftir helgina. Það taldi Kári óásættanlegt á þeim tímapunkti, sérstaklega í ljósi þess að reikna mátti með að fjöldi COVID-19 tilfella í heiminum geti margfaldast frá föstudegi til mánudags. Í bréfinu sem við fengum frá persónuvernd þá loka málsgreinin byrjar hún á því að segja að það verði að skoða þessa umsókn í ljósi samskipta sem áttu sér stað 7. mars. Sem sagt, hún segir bókstaflega, Kári Stefánsson, ég að setja þig á þinn stað. Og mér finnst það heldur stílegt að þessari góðum manneskju og algjörlegu takti við samskipti okkar við hana. Þegar ég held að Helga sé búin að vera býsna góður forstjóri persónuverndar í gegnum tíðina. En þetta tafði útgáfu þessarar vísindarannsóknar? Þetta tafði okkur dálítið og þetta svona töf, ef við hefðum... Ég var búinn að segja ykkur áður og hef sagt ykkur oft að allt því sem kemur í gegnum tölvur, eins og í pólitík, engin tilviljun. Það var reynt í Bandaríkjunum og ég held í fram að það hafi verið íslensk gen frá Kára og Kó, það sem var sótt einkaleyfi á genómiðinum. Þannig að þessi gen sem Kári að skrapa úr raskatina þér, eða nöðsonum á þér, að hann selur það til fyrirtækja sem eru mikið í eigu Gates og fleiri, eða í eigu military complex. Og þeir reyndu að ná einkaleyfi á genónum í fólki, eins og þér. Og og ef þið kíkið á til dæmis bara korona eða bara COVID komið einkaleyfi á það. Að menn voru bara að reyna að það hefur verið fullt aðilum að reyna að fá bara einkaleyfi á COVID. Og ég nú með kenningu við það að ég, til dæmis eins og var með Monsanto, að þá var það þannig að Monsanto stemdi fullt af bændum og það var kannski einn bóndi sem leist vel á fræin frá Monsanto og keypti þau og síðan var kannski bóndinn á næsta akri að hann vildi ekki sjá þetta rugl með Monsanto og síðan fuku Monsanto ruslfræin yfir á garðinni á hinu sem vildi ekkert fá þetta og Monsanto þá stemdi bóndann sem varð fyrir innrás fræjana og fyrir að nota fræin sín
Og þeir settu sko hundruðir eða þúsundar bænda á hausinn með þessari aðferð. Og ég að velta fyrir mér sko hvort að allt þetta stríð patent á bóluefnum og því sem sprautað upp í raskatið á þeir, hvort að það sé hreinlega einkaleyfi. Til dæmis ef að þú ert með líkamæðin fullan af COVID-19, getur þá ekki eigandi COVID-19 gert kröfu á þig sem sína eign. Og þessi sértrúarsöfnuður sem ég ætla aðeins að spila áfram hvað að segja algjörlega klikkaður. Og það þarf að koma þessu fólki frá völdum eins hratt og mögulegt er. En þar vil ég skamma ykkur aðeins að þegar ég boðið sett fram vikingaflokkin, það enginn að koma og hjálpa það neitt. Og ég var að biðja fólk til þess að hjálpa mér að safna undirskriftum undir til þess að vera forseti, það sem ég get beitt mér, ég myndi bara afturkalla undirskriftir á lögum og gera fullt af góðum hlutum, sko. Að það enginn að nenna að hjálpa mér að skrifa undir eða neitt. Og ég meina, akkur á ég að vera að nenna mér að gera þessi live eða bara tjá mig þetta yfir höfuð. Filthy things from the ground. And sometimes refusing to engage with more than one individual of the opposite sex. And even collecting into groups called families. Hatrið af fjölskyldunum. A pervasively immoral concept of pre-civilized times. Takk eftir í bíómyndinu þá fólki næstu að æla yfir okkur hvernig við erum. Yes, thoroughly disgusting examples of complete sexual perversion, as you can see. Did the primitive females actually... Yes. Primitive females gave viviparous birth to young. Like animals? Yes, physiologically, exactly like animals. Og þeir átt ykkur á því að liðið sem við stjórnvölinn í NATO og CO og Sameinuðu þjóðunum svona heila þættir fávitar, sko. I understand your reactions. Perhaps we should take a brief soma break. Soma break. Þetta fólk eru þjónarnir, nota þess að þjóna. Og þess vegna til dæmis elitinni skýt sama þetta fólk. Fórstu ekki kostnir á okkur. Nei, en ég hins vegar kemst inn í umræðinu ef eitthvað hjálpaði mér að safna undirskriftum. Það eitthvað 1500 stykki. Ég get nú gert það kannski sjálfur í gegnum síma. Þannig að það hjálpaði mér enginn. Ég þarf bara að gera allt saman sjálfur. Það bara þannig. En ef náttúrulega ég ætla að þakka aftur og taka ofan fyrir þeim örfáu sem það eru að styrkja, sem bara leggja peningin á bankan. Og ein kona sem gera bara mánaðarlega alltaf. Það bara ein kona, sko. Og því líkt ljós á Frelsi TV sem hún en svo önnur kona sem leggur svona, greinilega þegar hún á peninga eitthvað, þá leggur hún svolítið meira bara í slumpum og svo eru nokkri kallar sem að slumpa stundum minna og ég þakka ykkur allum svakalega mikið fyrir. Já, þú ert semst þessi heiladauði blái sem drekkur flúor og vatn og algjörlega steiktur í hausnum. Naturally, none of what you have seen would be shown to betas or gammas, much less to betas or gamma, hvað sagði hann? Já, ekkert af þessu sem við erum búin að vera að segja verður sýnt þessum gólemánum, sko. To deltas like these. Delta, þessir eru delta. But each of you is an alpha. You weren't mass-produced in computer-cloned Bakhanovsky batches. And you are all supremely happy, supremely content. But then, that is truly the perfection of our civilization. Everyone is adjusted. Everyone has... Það búið að jafna alla. Nei, byrju, halló, fyrir ekki. Ef að faraldurinn hefði gert það verkum að litli fingur hægri handar hefði orðið bleikur og ekkert annað, þá hefði ekkert legið á. Við hefðum sjálfsagt beðið í 1 ár með að skrifa svona grein og fígura þetta út. En við erum í miðjum faraldri sem meiðir deyðir og snýr heiminum sko á hvolf. Deyðir. Við munum öll 9/11, þá lá rosalega á að fara að sprengja þjóðir allan heim og það lá svo á að
gera Patriot Act og svipta öllum réttindum. Þannig við könnumst við þennan söng. Það á þinn stað. Og mér finnst það heldur stílegt að þessari góðu manneskju og algjörlegu takti við samskipti okkar við hana. Þegar ég held að Helga sé búin að vera býsna góður forstjóri persónuverndar í gegnum tíðina. En þetta tafði útgáfu þessarar vísindarannsóknar? Þetta tafði okkur dálítið og þetta svona töf stíf, sko, ef að faraldurinn hefði gert það verkum að litli fingur hægri handar hefði orðið bleikur og ekkert annað, þá hefði ekkert legið á. Við hefðum sjálfsagt beðið í 1 ár með að skrifa svona grein og fígura þetta út, en við erum í miðjum faraldri sem meiðir deyðir og snýr. Þetta eru í raun glæpsamleg yfirlýsing hjá honum. Þetta er falskur fáni, þetta er hoax. Þetta er sviðsett. Heiminum sko á hvolf, þannig að það liggur á. Og það sem ég sagði áðan er rétt að fjöldi tilfella frá föstudegi til mánudags í heiminum þrefaldaðist. Þannig að svona töf á svona augnabliki er algjörlega gjörsamlega út í hött og þetta er í engu samræmi við það sem er að gerast í íslensku samfélagi almennt, það sem allir leggjast á eitt. Allir reyna að gera allt á svipstundu. Nei, ég leggst ekki á eitt með þessum glæpamönnum, bara for the record. Það eru beinur það. Þannig að þetta voru óheppilegt. Mér finnst glæpsanlegt að haga þessi svona í þessum kringumstæðum. Segir glæpamaðurinn sjálfur. En kannski höfum við öll leyfi til að fremja eitt glæp. Ég veit það ekki. Því að mér skilst að hún hafi til dæmis tekið mjög lipurlega á umsókn sóttvarnalæknis að fá að nota app í farsímum til að elda upp í það sem hafa konan lögregluríkið álætt þeim sem síkjast og ég fagna því. Heldurðu að við verðum betur undirbúin næst þegar að svona viðlíka faraldur fer af stað? Ég vonast til þess að við verðum betur undirbúin. Sko heilbrigðiskerfi heimsins hafa ekki verið hönnuð til að takast á við svona lagað. Þau hafa ekki verið hönnuð til að takast á við svona lagað. Við höfum notað Íslendingar, höfum notað sko 80 eða 100 milljarða á ári til þess að takast á við alls konar hluti. Og bóluefna vírusamafían er komin í einhvern $80 billjón iðnað í heiminum. Þannig að sko það er endalaust mokaðir peningar í þetta svarthol og það kemur ekkert úr því. Allir þessir vísindamenn og háskólafólk og menntafólk og allt þetta lið, það kemur svona faraldur og þetta er ekkert óþekktur vírus. Þau kalla þetta vírus, ég segja vírusar séu hoax. Og ég get skotið inn, sko, ég trúi því að allt sé hægt að skýra út frá eitri, næringu og rafsegulbylgjum. Og þetta lið voga sér að vera með svona yfirlýsingar og búið að henda í þetta pakk alveg skriljónum í 10 ára eða ykkur. Í 50-60 ári búið að dæla peningum í þetta Rockefeller rugl og Kára heimsku og hvað þetta heitir allt saman og svo gerist eitthvað og bara, kannski bara þvo ykkur hendunar. Já, þetta er eiginlega niðurstaðan úr öllu okkar að vinnu. Bara, já, þvo ykkur hendunar bara. Ég meina, amma mín sagði mig það. Hún var þetta hjúkrunarkona, en ég meina, af hverju þurfa að eyða öll þessum peningum í þessa furðufugla til þess að komast að því að bara já, þvoðu ykkur hendunar. Og þið sjáu það alla fjölmiðlunar á Íslandi sem eru meira og minna í þessu Brave New World rugli öllu saman. Þeir vilja aldrei fá mig í viðtal, sko, nema Frost og Máni. Og ég veit að það verið að skamma þá mikið fyrir það og þeir þora ekki að hringja og þegar þeir tala við mig, hringi mig, þá er sko þvílíkur dónaskapur og stælar, sko.
það bara eins og hringin í Omega og segja að Guð ekki til. Pröfuðu það. Eða einhverja lindina eða eitthvað. Og þá sjáu þið hvernig þetta hjá mér. Has been conditioned to want to do the work he has to do. Þannig að fólki sem búið að eitra fyrir, það búið að kondísjóna það til að vilja vinna það sem það vill vinna. And thus everyone is perfectly happy, perfectly content. Alphas like you, betas, gammas, deltas like these, or even epsilons. Are you happy? Happiness for all is happiness for each. Are you glad to be deltas? Deltas all have lots of fun. Deltas get to play and run. Very good. But do you wish you had been incubated as alphas? No, no. Excellent. That's all. Would you flash into the assistant director, please? Oh, I think she's occupied, sir. Oh, never mind, I'll do it. Miss Trump. What are they doing that for? Stop it! They're eating them. Eating them? But how can they? They're just dirty things from the ground. They're not even wrapped in plastic. Good. Sjá allir þessi tæki. Þetta eins og á Landspítalanum. Of course, since such permission could come only from your Ford. The following Telefiri program schedule is now available. Channel 1, The Guiding Neon. Channel 2, The Fordian Tabernacle Sing-Along Hour. It just isn't fair. Yes, I see your point. But unfortunately, your past good record cannot I'm Phillips Park Ludens for her here that you're contacted. After the embryos are bagged, they come... Hérna sjáum við alla þessa sturlun í sambandi við barneignir og fleira slíkt. Og allar vísinda kuklið í kringu það, reyna að finna einhverja maskínu sem getur bara síðan að framleiða börnin. Will ascend the brightest heaven of invention, a kingdom for a stage, princes to act, and nobles to behold the swelling scene. Greater society forever. Good. Do you want to play the plop-plop game? Yeah! Well, have you all finished your yum-yum soma candy? Yeah! Since you've all been very... Here, for instance, she asked them to explain to him why life in Ég reyna að finna hérna það sem þau brenna börnin. External and Internal Secretions Corporation. Oh, Fog is so wonderful. Except, what? Well, one part of it bothers me a little. The trouble is I feel like I'm getting all this attention under false pretenses. The first thing everyone wants to know is what's it like to engage. It was horrible. Yes, of course. Ég skora á okkur að horfa á þessa mynd hérna. On the other hand, if you feel that I shouldn't. No, not at all. Það hérna rosalega miskunnarlaust. And believe me, you absolutely will not know her when I'm through. Inciting riot. Hérna eru deltunar sko. Þetta eru þið að drekka flúor í neysluvatninu og baneitraða mat úr stórmarkaðinu og náttúrulega apótekin. Emergency. Heliofusion plant number 3. Send solidarity forces immediately. Did you sprinkle on additives or mix them? I assure you. Careful, Mr. Savage, not too close. Já, þetta er sem sagt trúarhreyfingin sem að valdstjórnin er í. Ég er mjög hissa ef heimurinn almennt kæmi ekki saman að þessu loknu og setti saman einhvers konar hugmyndum það hvernig við undirbúa okkur undir svipaðan faraldur. Og það sem meira er sá möguleiki fyrir hendi að þessi faraldur komi aftur og aftur. Hann gæti orðið svipaður influensunni sem að kemur ástíðavist aftur og aftur. Það er hérna þeir sem hafa stúdað þeir sem hafa stúderað aðeins sögu heimsins
og tekið biblíufræðina líka inn í það, þá vitið þið að veldi Faraós byggði á ákveðnum töfrum og sem sagt eða bara ákveðnum rannsóknum, að það var ákveðin hópur af fólki sem tók eftir því á 7 ára fresti þá flæddi áin Níl í Egyptalandi og þeir fóru að skrá niður hvenær yrðu sólmyrkvar og eitthvað slíkt og þeir nýttu sér þessi náttúrulegu atriði sem voru að gerast og svo þóttust þeir geta spáð fyrir að næsta ári þá mun allt flæða hér og svo flæddi allt sko. Og svo næsta ári svo já bara ef þið greiðu okkur ekki peninga eða skatt þá mun allt flæða þetta ári líka. Þess að misnotu bara eðlilega náttúrulega sveiflur til þess að lifa eins og kóngar eins og Faraó. Og sama til dæmis með tunglmyrkva eða sólmyrkva að það var ákveðin hópur af fólki sem var búin að reikna út hvenær þetta myndi gerast og misnotuðu það til þess að vera kóngar og skattheimtu menn andskotans og alltaf innheimta skatta með valdi eða ofbeldi og sama það sem að þessi sértrúarsöfnuður eða þessi prestar andskotans hafa komist að að það kemur pest eiginlega bara 2 á ári og það gerist þegar að sem sagt eðlilegt bara, þetta bara eðlileg starfsemi líkamans og náttúrunar að þegar að frjókornin byrjum alltaf farið í nefið og það að breytast loftslag og líkaminn eiginlega að hreinsa út ruslið frá síðasta sísoni og til þess að gera það og hitaður upp líkamann líkaminn hitar sig upp og hann byrjar að slíma út drasl sem það þarf að hreinsa og láta það æla og kúka með einhverju nýju formi og sem sagt þetta bara eðlilegu gangur lífsins en þeir sem eru valdasjúkir brjálæðingar þeir hafa verið að nýta sér þetta í þessu vírusdæmi eða kalla þetta vírus sem algjörlega bara fabúlusaga og engar sannanir fyrir og þeir eru að nota sér þetta til að stjórna og hræða og það virðist ganga mjög vel hjá þeim það virðist bara ganga og eins og ég segi eina sem þú þarft að skilja til þess að skilja svona og það sem allir þessir valdstjórnar pleppar á Íslandi og annars staðar þeir eru ekkert að rannsaka chemtrail eða svört chemtrail það með sér til svört chemtrail veit ég hvort að þú veist að því og það er verið að setja upp 5G út allt og og það eru rafsegulbylgjur en það er gríðarlega mikið það er gríðarlega mikið spreyjað af eitri og ég til dæmis tel að kanínurnar sem drápust í Elliðaardalnum víst, ég sagði nú ekkert Öskjuhlíðin að það er nokkuð vitað ég ætla ekki að fara yfir þar rannsóknir en þið getið fundið það út sjálf það er nokkuð vitað að aftan á flugvélarraskatum er verið að spreyja gríðarlegu magni af eitri og drulli alumínium, baríum, strontíum sem við vitum og síðan eru inn í þessu alls konar skordýreitur
á villimennina þig og önnur gólem, og það er enginn að skoða þetta. Og af því að það vita allir af þessu í vísindasamfélaginu, eða eru undir einhvers konar stjórn, þeir þora ekki, sjá meðferðina sem ég fæ bara fyrir að voga mér að hugsa þessu öðruvísi, þá fæ ég þvílíkt að kenna á því. En ég hef haldið því fram að kanínurnar í Elliðaárdalnum að þær séu kanarífuglinn í kolanámunni, að þær hafa orðið fyrir eitrunum sem verður að spreyja yfir okkur. Og til dæmis á Ítalíu, þar sem að mest af þessu fólki að drepast, sko, að því að þeir eru mjög færir í þessari glæpastarfsemi. Til dæmis þeim unnið eftir Andrew Wakefield sem var tekinn hressilega fyrir á læknamafíunni. Hann var að segja í sambandi við bóluefnahóksið, eða bóluefnin, hann var að segja sko að það þarf að finna út uppsafnað eitur eða þungmálma í bóluefnum. Og þeir bara svipta hann læknalegi og ég veit ekki hvað og hvað. Getið fundið viðtal við hann og ég fjallaði hann ofta áður. Að sko það er enginn að kanna það hvað er uppsafnað eiturmagn í til dæmis drykkjavatni með öllu þessu flúordrulli, chemtrailinu, þungmálmanum þaðan, þungmálmanum í bóluefnunum og eitri í mat. Ef þú reiknar þetta allt saman er bara ekki eðlilegt að fólk sé bara dettandi niður dautt hægri og vinstri miðað við eiturmagni sem er í gangi. Þetta er ekkert í umræðu, og takið eftir að mér er ekkert boðið neins til að ræða þennan vinkil sem að bendir til hilmingar. Að þessi alfa klíka eða hvað þið kalla þetta í Brave New World, að hún veit af glæpnum, eða þá að þeir eru nýtsamir fávitar sem að margir af þeim eru. Allt og margir eru nýtsamir fávitar. Þeir eru hlustum aðeins meira á Kára. Hann er að gefa fullt af klúum alltaf. Þannig ég held að það væri afskaplega skynsamlegt að setja í það töluverðan kraft að undirbúa okkur Íslandingu og heiminn almennt fyrir þetta. Kári segir nær ómögulegt að geta sér til hvenær þessum faraldri mun koma til með að ljúka. Það er mjög erfitt vegna þess að það eru margir sem spá því að óvissa, það verður að henda óvissunni í þetta. Það komi annar toppur í haust og það eru haustflensunar, eðlilegar flensur þegar hausti kemur. Hvort að sú spá reynist rétt veit ég ekki, en minnst og hvort ég held að við eigum að þetta er bara eins og ég get spáð fyrir það að sólin kom upp í fyrramálið. Halda væntingum okkar í hófi, vegna þess að það er alveg óvíst hvernig þetta endar. Ég held að það sé ljóst að sá heimur sem við búum í, hann á eftir að taka töluverðan tíma til þess að jafna sig. Ég veist að við verðum ekki komin með þann heim sem við þekktum í desember fyrir en eftir 2-5 ár. Hefur þér sem vísindamanni komið eitthvað? Hvernig getur vísindamenn sagt þetta 2-5 ár? Á hann ekki bara að fara til staðreyndum? Sérstaklega á óvart í þessu? Nei, ekkert sérstaklega. Ég get sagt þér það að öll þau ár sem ég hef unnið við vísindi, þá hefur alltaf það sem ég sé komið mér óvart. Þessi maskína hérna, sem er að greina eitthvað, þið sjáu í öðru vídeo þar sem ég fer yfir svona maskínur og þær eru allar tengdar við rafmagn og þið vitið að internet er hægt að flytja yfir rafmagn og þessar maskínur eru allar tengdar inn í leyniþjónustu umhverfi Brave New World pakksins og það sem er raun að gerast á Íslandi er að það er eugenics tilraun í gangi, að það sem að hefur mest áhrif, að þessar tölvur sem er að greina ykkur svona lífsýni eða sleftrullu út úr fólki er með aðgang að öllum upplýsingum viðkomandi persónu, allar fjárhagsupplýsingar, heilbrigðisupplýsingar, allt.
þessi tölvur hérna sem að þessir plebbarar nota hafa aðgangað öllu. Og ef að þeir eru í einhverjum lagavandræðum á Íslandi þá geyma þeir gögnin bara í Utah eða gegnum X-Keyscore eða eitthvað slíkar aðferðir eða Ísrael eða eitthvað. Og það sem þau verið að gera hérna er raun að það að vera að flokka, lýsa fólk yfir sem veikt eða öllumis, ég myndi örugglega fá að ég er með COVID og er hryðjuverkamaður sko. Að það byggir á gögnum. Það hefur ekkert að gera með slefið sko. Það er bara sýndamennska. Ég hef haft alls konar kenningar hvað ég myndi finna til ég fer á stað í rannsóknum og ég held að ég sé mér með gjörsamlega óflekkan mannorð þegar kemur að því held ég hafi alltaf haft rangt fyrir mér. Þannig að ekkert í þessu kemur sérstaklega óvart. Ekkert meira heldur bara lífið af mennt. Þetta er alltaf að koma mér óvart. Kári vill að lokum undirstrika mikilvægi þess að fólk farið að tilmælum sóttvarnalæknis. Og þó að menn hafi alls konar skoðanir af því hvernig ætti að gera þetta, muna það á þessu augnabliki, þó svo það sé mikilvægt að vita hvort þessi aðgerð sé betur en önnur. Þá á þessu augnabliki er mikilvægara ef við sameinumst einhverja ákveðna lausn, heldur en að rífast kannski það hver væri svo besta. Akkurat á þessu augnabliki, tíminn til þess að gagnrýna hvasst og rífa yfirvöld í tætlur er raunverulega allur annar tími heldur en þessi. Kári Stefánsson, Þetta er í raun tilraun til valdaráns New World Order vísindamafíunar og þið sjáu hérna á Event 201 hér, ég bara er eiginlega bara mest á skjánum í kvöld. Ef þið skoðið Event að þá sjáu þið hvaðan þetta fólk kemur. Það kemur frá John Hopkins, World Economic Forum frá Davos og Bill og Melinda Gates. Og hérna Davos, sko allir þessi billjónerar sem við sjáum, þetta er allt saman bara fake. Þetta er allt saman bara fake. Og hérna þetta er liðið sem heldur þessari klukku gangandi, eða þessu línuriti. Það er byrðið ég, ætli ég finna það nokkuð. Nei, ég nenni ekki að leita, það skiptir ekki máli. En þetta er alltaf sama liðið sem að er að meðhandla og svíkja. En ef ég fer núna í bara samsæriskenninguna að kenningin sem að ég tel einna líklegust, þetta er mjög loðið allt, kenningin, og ég kem því örugglega illa frá mér og allt það, en ég ætla að reyna aðeins að opna hugan á mér hvernig ég sé þetta. Sko, í Bandaríkjunum það virðist vera að Kína í Wuhan, það hafi verið eiturvopna árás. Og þið sjáum bara í Wuhan, þá datt fólk eitthvað svona bara nefið steindautt, sko. Við höfum ekki séð neinar slíkar myndir frá Evrópu eða Bandaríkjunum. Þannig að það bendir til þess að það sé ekki sama dæmið. Ein kenningin sem mér líst best á er að djúparíkið, þessir kárar og djúparíkið í Bandaríkjunum og NATO, MI56 og allt þetta sem ég kallast NATO og CO, sem er þessi skipulögðu glæpasamtök sæjónista, að þeir hafa til þess að fella Trump í Bandaríkjunum, að þá hafa þeir beitt eiturvopnum í Kína til þess að setja allt í háa loft. Og síðan kemur þessi saga að þetta sé að breiðast allan heiminn og allt svoleiðis og markmiðið var að taka niður Bandaríkin og knésetja þau, sko. Og sko það er búið að signera 157.000 handtökuskipanir á djúparíkið í Bandaríkjunum og þessa barnarings, glæparingi og allt þetta. 157.000 í Bandaríkjunum bara. Og síðan ertu með náttúrulega Vatikanið. Það er slatti þar.
og allan og Íslandi til dæmis. Það er gríðarlega mikið af fólki á Íslandi sem hefur tekið þátt í þessu barnamansali og öllu því. Þess vegna til dæmis þegar Wow Air fór á hausinn og það mætti strax kettling frá CIA til þess að kaupa þrotabúið til þess að gögnin færu aftur heim til helvítið sko. Að þegar þetta byrjar og á sama tíma Seðlabankinn að fara á hausinn. Seðlabankakerfið var bara eiginlega komið á hausinn og efnahagskerfi Bandaríkjanna og þá heimsins í leiðinni. Og á sama tíma þetta brikka að koma upp, Rússar að taka undir sig olíumarkaði með að bara lækka olíuverðinu í $20 á einhverjum 100 og eitthvað dollarum sko. Og Bretar farnir út úr Evrópubandalaginu sem því að Evrópubandalagi búið að vera. Frakkland búið að vera bara með götuóverðir í 1 eða 2 ár. Ítalar og Spánum á Spáni var með Barcelona svæðið og það var alltaf springa í loft upp þar. Og Ítalir náttúrulega búin að vera þarna í einhverjum fangelsi Evrópubandalagsins alveg að springa á limminu sko. Og djúparíkið í Bandaríkjunum, og það eru þá fjölmiðlarnir eða fjölmiðlunar í Bandaríkjunum og þetta lið gjörsamlega bara búið að tapa glórunni sko. Og það eins og þetta lítur út í dag fyrir mér, þá valdabaráttan í Bandaríkjunum búin að vera á milli þessara Kára Stefánssonar plebba sko, eða vísinda sko, þetta New World Order sem að reyna að koma inn á einhverjum vísindalegum forsendum sko. Að þeir eru æðstu prestarnir og ráða öllu sko, og það sem Kári sagði sjálfur sko. Að honum líst svo rosalega vel á að vísindamennin bara ráði þessu öllu. Þetta þeir allir á þvílíkum launum og lúxus sko. Og ég held að Trump hafi hreinlega bara nýtt sér tækifærið. Láti þetta bara loka öllu landinu og öllu draslinu. Og Ítalía var lokað og bara sko handtaka 157.000 svona high power people sko. Það mjög flókið. Og svo líka hugsanlegt að það hafi verið auknar líkur á fölskum fánum. Það sem fótboltaleikur og það allt saman bara sprengt í tætlur og ISIS-kentum eða Ali Akbar eða einhverjum, veist, allur sá vitleysis hringur byrjar aftur að skjóta niður tónleika eða hvað þetta allt rusl var. Getum bara hort á rásunum minna aftur til þess að sjá all hóksinn sem hafi verið í gangi. Að náttúrulega með því að loka öllu þá voðalega erfitt að framkvæma svona glæpi sko. Og markmiðið hjá globalistunum eða New World Order liðinu var bara hreinlega að krassa bandaríska efnahagslífinu og þjóðinu. Og inn í þessari takk fyrir komuna að sko þeir ætluðu að krassa bandaríska efnahagnum og þið sjáu bara viðbrögð Trumps að þarna eru þessir vísindamenn þarna sem eru með honum á fundunum sko, þeir eru með tengsl við HIV hóksið sko, þau eru all tengd þar inni og fjársvíkin þar öll og allt það. Og og það virðist vera að ég ekkert endilega viss að þetta sé einhverju samhengi sko, að sem sagt ég ekki alveg viss að það sé full stjórn á öllum atburðarásum núna og þess að ég sagði upp að þetta hljómar kannski voða ruglislegt en ég ætla að reyna að þá nýtir Trump tækifærið til að bara loka öllu, setja herlög og
og raun það sama að gerast í Evrópu. Kínverjar eru bara, ég með söpplæðir hérna í Kína sem sendur mig bara í síðustu viku bara tölvupost, bara heyrðu, allt komið í gang, ef þið vantar eitthvað bara sendu post. Að sko til þess að losa upp þessa NATO og CO skipulögðu glæpasamtök, þá þarf reynilega bara að loka öll. En þetta getur verið tvíeggjað sko. Það getur líka verið að New World Order sé bara að ásvera inn og að þetta sé bara endalok frelsi sko. Það er ein hliðin. Hin hliðin er að þessir 157.000 og barnahringinir og stríðsmangararnir og allt þetta lið verður bara allt sem hann handtekið. Og við vitum að það er að koma núna fram substantial kærur stríðsglæpi í Afganistan til dæmis og svo náttúrulega Líbíu og all serían sko og Palestínu og allt þetta. Að þetta virðist vera að komast fyrir stríðsglæpadómstólinn sem er reyndar fjármagnaðar á öllu þessu pakki sko. En það virðist vera líka og hugsanlegt að Kínverjar og Rússar hafa bara sagt, þið verðið bara að taka á þessari glæpastarfsemi, veist. Við bara getum ekkert verið í viðskiptum við ykkur eða átt samskipt við ykkur ef þið hagið ykkur svona. Og það virðist vera, mér sýnist það, og það hefur verið talað það nokkru sinnum í gegnum þessa ferla, að Trump hefur til dæmis sagt að hann var spurður sko, er engar áhyggjur að þeirra að fljúga hann í Sýrlandi því að Rússar eru bara sveimandi hann í kringu hvern annan og nú ef þið skjótið og vort niður hvern annan er það ekki rosa vandamál. Og hann sagði, nei, engar áhyggjur af því. Hershöfðingjar Rússlands og hershöfðingjarnir mínir eru í mjög góðum samskiptum. Það er engin vandamál með það. Og kenningin þetta að djúparíkið hafi gert eiturefna árás í Wuhan er tengd þessari kúakenningu, beljukenningu, kúan, að eftir 9/11, og það er reyndar kenning sem ég var búin að leggja fram fyrir svolítið síðan, að á 9/11 þá var gerð eldflaugárás á Pentagon. Þessir brjálæðingar gerðu loftskeytaárás á Pentagon. Það sem var að vera að rannsaka hvarf á 2,1 trilljón dollara peningum sem bara hurfu. Og Donald Rumsfeld var bara að segja, já, bara, ég veit ekki, það er bara eitthvað vandamál í bókhaldskerfinu. Tölvuna virka ekki. Við týndum bara 2,3 trilljónum og bara og daginn eftir eða nokkur tímum seinna þá bara fer flugvél akkurat á skrifstofuna sem var að rannsaka þetta hvarf á peningum. Og í byggingu 7 voru öll gögnum Fjársvik, Enron og WorldCom og allt það hvarf allt saman líka. Þannig að kenningin er að Pentagon, hershöfðingjarnir, sem eru margir hverjir miklu heimspekingar líka, og sérstaklega það kemur að börnunum, að þessi elitumafía, eða þessi NATO og CO-mafía er að pynta börn og taka blóð úr, pynta þau og hræða þau alveg úr þeim líftóruna og taka úr þeim safa þegar þau eru í hámark hræðslunar, af því að þau trúa því að það gefi þeim einhverja, og þau eru öll á þessu spýtti sko. Og það er sagt sko að lögreglumenn sem voru að fara yfir Vínartölvuna sko, það sem eru vídeó af þessu, að þeir hafa þurft að fara út að æla sko. Þetta er svo rosalegt dæmi sko. Og það er talað að Q sé þessi 200 hershöfðingjar og hluti af leyniþjónustunni, það sem kallað hvítuhattanir, og að Trump hafi verið valinn af þessu liði til þess að stýra aðgerðum. Og nú ef þetta er satt, þá er það mjög góða fréttir. Og sko, ef maður aðeins horfir á atburðarásin í þessu, að sjá að það kemur Wuhan og svo bara full blown attack á Bandaríkin, bara markaðarnir krasa, allt í klessu, bara
atvinnuleysi bara 30%, bara aldrei verið meira efer í Bandaríkjunum og allt bara í rusli sko. Og sko ef Trump var inn á þessu New World Order áætlun að krassa öllum landana og taka allt upp sem sést order out of chaos farið upp í alþjóða New World Order dæmið, þá myndi hann bregðast allt þessu við. Sko hann hefur brugðist við þannig að hann hefur sett hotspotana fyrir þessa glæpastarf sem í Bandaríkjunum sem New York og Kalifornía bara herkví sko. Það bara búið að loka öllu þar og bara umkringja. Og síðan með Florida og fleiri fylki, Texas, að þetta bara lokað á þetta svæði þar sem þessi glæpastarf sem mest til húsa. Nú síðan bara opnar hann emergency powers, þannig að hann bara með stríðsréttindi, hann bara stríðsforseti og eitt sem hann opnaði sérstaklega sem var tengt við svona respirators og öndunagrímur og eitthvað svona drasl sko, hann hefði tekið þetta power til þess að gera það, hann hefur power til þess að yfirtaka öll corporation eða bara allar eignir eða bara hann með fullnaða vald til þess að gera það til þess að bjarga þjóðinni. Sem þýðir það að hann getur tekið yfir Federal Reserve ef hann sýnist svo. Og þegar þessi árás kemur á Bandaríkin að setja markaðin á hausinn eða bara setja Ameríku á hausinn, þá bara opnar hann þessar sem þið kalla basúkur sko. Bara, Seðlabankinn gefur bara út yfirlýsingu að við munum bara, það bara unlimited peningar sem við setjum í þetta til þess að bjarga þessu ástandi. Og ef þú ert að reyna að krassa markað og gaurinn með peningaprentvélinni búin að lýsa yfir, það var bara við veðjum alltaf á móti þér á hlutabréfamarkaðnum, þeir eru búin að opna heimil til þess að fara bara inn á hlutabréfamarkaðan og veðja á móti þér sko. Þannig ef þú ert að reyna, Soros eða eitthvað svona plebbi sem ert að reyna að keyra niður markaðin, þá ert að veðja á móti peningaprentvélinni sko, sem bara dælir inn peningum. En það ekki og þetta kenningin sko. Og þetta alltaf líka spurningum sko, ef það eru mafíur sem þurfa, ég reyndar hef sagt það í Víkingaflokknum að til þess að drepa valdstjórna drekan þetta rekan í hjartastað eins og Sigurður Fafnisbani gerði, og það að innheimta skatta með valdi. Þannig að Trump virðist vera svolítið inn á, það eiginlega allir inn á því að innheimta skatta með valdi eða ofbeldi sé bara gott mál. Ég var að hlusta á auðaborðið hjá hvað heita Samrásin eða hjá honum Gunnari Egilsson eða hvað hann heitir. Þeir lokuðu á Samrásin, já, ekki Samrásin að ég setti 1 komment og það var lokað fyrir mig að setja komment inn á hjá þeim fávitum sko. Það þurfti nú ekki meira til. En þetta lið allt saman á kafi í því að eins og því ég var að vinna í hagsmunasamtökum heimilana og þetta, formaður hagsmunasamtökara heimilana núna þess að alltaf bara vælandi og kvakandi, en hún vil helst fá framboði hjá Framsóknarflokknum sko. Og þetta lið rennur alltaf bara á milli sko. Og það eiginlega engin ég held til þess að það reyndar aðeins hef ég séð umræðu það, en það eru eiginlega bara ég eiginlega bara einn í heiminum sko, með til þess að trú ekki á vírusa eða DNA. Það bara svo margt sem ég að segja og pæla sem algjörlega unique. Og ég veit ekki hvort ég á að vera fúll út í eitthvað með það eða hvað, það var að fæ einhvern veginn ekkert hrós fyrir það að vera svona öðruvísi sko.
en samt ég búinn að gera reikningin og vinnuna sko. Og ég byrjaði 2013 að gera vídeo og núna reyndar rosalega mikil traffic við inngangin, miðasöluna við inngangin. Það aukning á vinabeinum og áhorfi og öllu. Það bara miklu meira í gangi hjá mér. Og menn að sjá að allt þetta rugl sem ég búinn að vera að þusa í 150.000 ár sennilega bara alveg spot on. Og fólk sér það núna, margir hverjir. En ég sé líka að fólk óbúslega hrætt við að læka hjá mér eða eitt sendi mér eitthvað skilaboð bara já, allt frábært sem þú ert að segja, ég nú næstu því bara sammála öllu sem þú ert að segja. En ég þori ekki að tengjast þér neitt. Alltaf leið fyrir mig, ég þarf ekki á neinum að halda, skilur. Nema alltaf væri gott að fá, ef ykkur hefur áhuga að breyta ykkur, þá geti ég verið fórseti og breyta alveg svakalega miklu, sko. En það bara engin áhuga á því. Fólk vil bara nöldra og bara já, Axel, en þú ekki að gera bara fullt af vídeóm og segja okkur bara sama hlutin aftur og aftur og aftur, sko. Og bara, já, bara syngja Kumba Jam með okkur og eitthvað svona og bara, ég bara veit það ekki, veistu, af hverju hefur verið að gera það? Þið nennið ekki að gera neitt og ekki að styðja neitt eða bara ekkert. Bara, af hverju? Hvað það? En eitt sem ég tók eftir, það situr mig í svolítið stopp í hináttina, það BlackRock. Sem kemur upp úr þessu sem ég var að tala áðan, sem kemur upp úr BBC, sem var veitum hvað var ég með það? Þetta allt saman sama súpan, sko. Að BlackRock svona svipað Rothschild eða svona svakaleg glæpa dæmi, sko. Og Trump var að segja bara já, við fáum bara sérfræðinga frá BlackRock, þeir bara yfirtaka öll flugfélögin og bara, veist, ok þá fara að renna á mig svolítið tvær grímur, sko. Hvaða snillingar þetta? Þetta liðið sem að reka fangelsin og veist, þetta það sem að Rósa var að vara við, public-private partnership, sko. Það hluti af þessum hún var að vara við. Hlustum aðeins á Rósu. Ég held að hún stefni mér ekki. Please don't sue me, Rosa. I'm showing Icelandic people what you are saying. I haven't told you anything about myself. I was a legal witness, an expert witness in land use and land valuation for my government, for the State Department of Transportation. Íslendingar ætla til þess bara að gefa UNESCO all landið sitt. Og hún að lýsa hvernig það gerist. Of the United States of America, Tarianism. Að land use and land ownership restrictions are vital. Þeir eru bannaði að land. If you're growing your plants and not in a community garden, if you want private space in your backyard, what are you doing back there? Hey, and you better be on your bike because what do you have in the trunk of that car? Who's in there with you? You might be saying something. Where can you be where you're not being listened to? So, how do they do this? How are they implementing this worldwide? They are using an international group called the International Council on Local Environmental Initiatives, ICLEI. ICLEI. ICLEI í Reykjavík og Kópavogi og öllum borgum Reykjavíkar. Now, you probably have... Íslandsmenni, það ICLEI á Íslandi. You ever heard of ICLEI? Ever heard of ICLEI? Apps? Oh, good. There's like one person in here that's heard of ICLEI, all right? Why haven't you heard of it? Why haven't you heard of it? 179 cities in Europe are... Hefur þú heyrt ICLEI, til dæmis? To public.
And then when it's in public hands, it can be then shifted into other private hands, conglomerates, large corporations. Það virðist vera líka eitt í áætlun núna, það að sko stúta öllum, eins og Íslandi bara. Þar virðist bara vera áætlun að stúta öllum litlum og millistórum fyrirtækjum. Bara ferðaðin að vera þurrkast út, sko. Og svo bara mætir ríkið og vinafélögin þeirra, fyrirtækin, bestu vinnir fyrirtækina, sko. Það fasismi, sko, þegar að ríkið og fyrirtæki renna saman í eitt. Þeir eru síðan bara sópa upp öllum þessum bransa. Og þegar við heyrt hvernig valdstjórnin hefur verið að væla undan því, hvernig ferðaðinn á Íslandi bara gengur vel og menn er að vera ríkir og eitthvað svona, allt ómögulegt við það. Það er bara, það verður svolítið bara hungur geim ástand eftir þetta ef þessi áætlun hefnast, sko. Það sem verða bara risafyrirtæki og ríkið og þessi elita, þessi alfa fólk sem að lítur á sig sem einhver alfa, Kári Stefánsson og Frosti Logason og Sigríður ríkislögreglustjóri eða hvað þetta lið allt saman heitir, veist, bara eiginlega allt lið sem hann kemur í fréttunum, Gunnar Egilsson hana, Ragnar í VFR og Vilhjálmur og Akranesi, þetta lið allt saman í þessari pælingu, sko. Veist, það er bara, þetta lið einhvern veginn með ólæknandi hópisma, sko. Og þetta hérna BlackRock er einmitt eitt af þessum fyrirtækjum, sko. Og svo Serpico. Það er annað svona fyrirtæki með Serpico. Hvað? Company, það er hérna Company. Já, ég man ekki. Þið sjáuð á bílnum þegar hann var handtekinn, Julian Assange, Serpico eða hvað, Serpico kannski. Serpico Industry, já. Það er nú ekki þessir, sko. Já, allavega, ég finna það ekki núna. En þeir eru með, sko, öll fangelsinn og fleira slíkt, sko. Og bendi ykkur á eitt annað sem var faktor 8. Að BlackRock og Serpico sem reka fangelsinn, sko, þau voru alveg á kafi í þessum, kynnið ykkur þetta faktor 8. Að þá voru þeir að nota blóð og síðan hótuðu þeir bara löndum eða með menguðu blóði, sko. Bara bendi ykkur á, ég er ekki búinn að rannsaka þetta reyndir í dítel, þetta kemur fram á Jason Goodman rásinni og fleiri stöðum. Ég hef aldrei heyrt þetta fyrir bara í dag þegar ég sá þetta vídeo. Þannig að ég hef ekki rannsakað þetta mikið. En þetta er svipað og þessi bóluefna skandall og vírusárásir og þessar eiturefna árásir og allt þetta. Að það er alveg svakaleg glæpasamtök á bak við þetta. Og svo var náttúrulega Epstein dæmið, sko, að þar voru menn bara lokkaðir í svona honey trap, sko. Og vinkonunnar sem var á kafi í þessu, sem er vitað er Mossad agent, sko, Gæslín eða hvað hann heitir, og hún hefur ekkert verið handtekinn ennþá. Hún bara ráfar í góðum málum, sko. Ég ætla nú ekki að fara í þennan faktor 8, ég þarf að kynna mér það betur. Kannski við getum fundið eitthvað á YouTube það. Veit það ekki.
And when I sit back and try to prepare my mind to, say, put out a video chronicling the Clintons' crimes, it's mind-numbing. I mean, these are such truly nasty, greedy, horrible people that it's coming out that any building they're in, they just suddenly want everything in the building. They're kleptocrats. They are truly governing kleptomaniacs who want your very life. I mean, they knew for a decade that they were shipping HIV, hepatitis blood out and having it mixed into factor 8 so everyone would get HIV and hepatitis that took it, the hemophiliacs and others. And people came to the Clintons a couple years into it, and he said, and Hillary's like, we're getting paid, I don't care. I mean, I interviewed the doctor who was at the hospital at the major prison who actually went to the Clintons. Their response was to try to get him fired and then have his offices robbed. I mean, it's pretty hardcore, folks, to know you're going to kill over 100,000 people. Conservatively, the Clintons killed. Other states, because they had that big blood scandal, there were shortages of blood, wouldn't sell it out of the inmates' stock because it was so many diseases. Well, they knew people had them and were doing it. And, I go back to that. It's just like, man, these are bad people. Then it came out in the lawsuits, they knew. And so did the Bayer pharmaceutical head. Came out in the court records. They said, sir, this is going to kill people. And they said, I don't care. Too many hemophiliacs, too many sick people anyways. Þetta allt saman Alex Jones, vinur minn. Athyglisvert að hlusta á að vera í okkar landbúnað, við verðum með þessum málum og mér finnst þau hafa gert allt rétt. Hver heldur að verði? Sama má segja Bandaríkin og ýmis önnur lönd, þannig að ég held að við höfum haldið ró okkar og æðruleysi. En segðu mér, hvað hefur verið svona mest aðdánuvert í þessum viðbrögðum okkar sóttvarnar yfirvalda? Mér hefur fundist þau sýna töluvert æðruleysi. Mér finnst þau hafa sýnt aðdáunarverða þolinmæði og hafa ekki látið ýta sér út í að gera þá hluti sem líta út fyrir að vera myndarlegir, til dæmis að loka öllu. Það hljómar voðalega vel. Þú bara tekur lykil og þú læsir öllu. Og það vita allir að þú ert með afgerandi afstöðu í málunu. Þau hafa tekið að mér finnst mjög hóflega afstöðu þessum málum og mér finnst þau hafa gert allt rétt. Hver heldur að verði stóri lærdómurinn af þessu öllu saman? Þú ákvörðun að loka landinu hér og ég í það sem fyrir svona 6-7 árum síðan. Það sem að spáðu því að svona faraldur gæti komið og við verum einstaklega illa í stakk búin til að takast á í það. Today, the greatest... Að finna það sjálf það sem við varum að tala að við varum villimenn. Að ef þið leggið alla þessa punkta saman, eins og einhver sagði, ef að fólk fattaði hvernig peningar eru búinir til eða gjaldmiðlar, þá myndi vera bylting daginn eftir. En þið eru náttúrulega svo fulla flúori að þið getið ekki hugsað heilbrigða hugsun, Það er bara sorglegt, Ég bara samhryggist ykkur að geta ekki hugsað. Ég til dæmis, ef við erum búin að vera í tölverða afeitrun með svona, ég nota ekki flúor, tannkrem, Og eftir það er bara allt annað. Ég var alltaf með tölverða skemmdum, Ég þurfti eiginlega að fara og láta laga eiginlega bara eins og ári. Ég bara ekki þurfti að fara í nokkur ár, 3, 4, 5 ár. Eftir ég hætti að nota flúortannkrem. Og til dæmis með þessa svörtu chemtrail, það ég bara séð með eigin augum. Ég sá bara vél inn í næsta bæ, cirka 30 mínútur frá, þá var ég í vinnunni og keyra sem sagt alla sveitir og þá sé ég bara flugvél koma út úr skýjunum og svaka chemtrail slóðu eftir henni og hún var ekkert mjög rosalega hátt, hún var eitthvað lágt Þess bara í skýjahæð, það er yfirleitt aðeins hærri. Og síðan bara kemur hún út úr skýjunum, fer smá tíma og svo skiptur hún yfir í svarta slóða. Bara sé svona. Og ég hafði eitthvað heyrt þennan svarta chemtrail áður. En þannig að ég bara sé það sjálfur.
Meinar Guðmund Franklín hérna sem að væntanlega forsetaframbjóðanda eða sko Birgitta Jónsdóttir og Guðmundur Franklín. Sko Birgitta Jónsdóttir er hreinlega starfsmaður fyrir leyniþjónustu CIA eða einhverjum NGO dæmi í kringu þá. Guðmundur Franklín boðar kenningar sæjónista. Hann er sæjónisti. Og hérna hann er hugsanlega líka hluti af einhverju leyniþjónustu. Með Birgittu giska ég bara á CIA, mér finnst það líklegast, og með Guðmund mér finnst það líklegast að hann sé hjá CIA. Reyndar er ég alveg vissum að Birgitta er CIA agent, en Guðmundur gæti verið meira bara sæjónista málpípa sem að ég þekki rosalega marga sæjónista, sérstaklega kristna geiranum, sem að bara tala bara munnræpu hugsunarlaust, sko. Áróðus bull sem er auðvelt að afsanna, sko. Og hérna og það reyndar kemur svolítið frá honum Alex Jones líka. Það kemur stundum frá honum bara hugsanir sem eru bara þvílík steypa, sko. Það halva væri nú. Nú er YouTube farin að trufla mig. En já, ok, það kom spurning sem ég er þá búin að svara á vonandi. Er þið með fleiri spurningar? Það er smá delay, sko. Það eru svona 2-3 sekundur delay. Og hérna ég ætla bara að finna hérna sko módelið sem að við erum að ganga inn í er hérna skal ég segja ykkur bara sýna ykkur það. Við erum að ganga inn í Hunger Games. Sem við sjáum að allir eru bara svakalega fátækir. Ég þarf náttúrulega að passa með þessum helvítis auglýsingum. Þetta er raun framtíðarsýnin. We could do it, you know. Take off, live in the woods. They'd catch us. Well, maybe not. We wouldn't make it 5 miles. Welcome, welcome. The time has come to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the Alltaf að leika sér að ykkur lambónum. 74th Annual Hunger Games. It's your first year, Prim. Your name's only been in there once. They're not gonna pick you. Primrose Everdeen. Prim! A volunteer! Sjáum við lögregluna. Takið eftir lögregluríkinu sem er komið á Íslandi bara og Vesturlöndum. I volunteer as tribute. Our tributes, Peter Malark and Katniss Everdeen. They just want a good show. That's all they want. There's 24 of us, Gail. Only one comes out. Þetta eru hraðurlestirnar sem við erum búin að vera að tala um allstaðar, borgarlínum. Sjá, þetta byggir á Agenda 21, sko. Að hafa stórborginnar, síðan bara lestar á milli. Og það virðist, sko, annarkort er þessi aðgerð núna, þetta vírusahóks, þetta er annarkort New World Order að tryggja sig og hreinsa út milli stéttina og milli fyrirtækin. Eða það er verið að þurrka eða handtaka þessa geðsjúklinga, sko. Ég vona náttúrulega að það sé þannig og við þurfum þá að taka á okkar íslensku geðsjúklingum, sko.
Ok, það kemur önnur góð spurning. Hvernig gat fólk smitast af vírusum í gamla dag þegar engar flugvélar gátu dreift chemtrailum? Sko, ég trú ekki á vírusa. Til dæmis ebólu faraldrar í Afríku eru startað með að setja formalín í vatnið. Og með því að setja formalín í vatnið þá færðu ebólu líka einkenni. Og mín kenning er að allir þessir faraldrar sem verða að tala um núna, spænska veikin eða hvað þetta heitir, allt saman eitur í matvælum og drykkjarvatni og spreyjað í loftinu eða hvernig sem er. Þú þarft að skilja bara þrennt til þess að skilja hvað er í gangi. Það er eitur, næring og rafsegulbylgjur. Og það náttúrulega var verið að starta 5G í Wuhan. Ekki að ég trúi því neitt endilega. So you're here to make me look pretty? I'm here to help you make an impression. And so it was decreed that each year the 12 districts of Pan Am shall offer up in tribute one young man and woman between the ages of 12 and 18 to be trained in the art of survival and to be prepared to fight. Þeir eru svolítið að leika sér að matnum. En samskonar heimsmynd kemur fram í Elysium. Einu er ríku. Hello, madam. Já, bara for your information, þá trúi ég heldur ekki á að geimurinn sé raunverulegur. Eða jörðin sé nöttótt. Hvað er þessi svona ástand? I need to get to Elysium. Whoever has this has the power. Það er ekkert að sýna mér. Þeir voru að breyta, eins og þið sáu þarna, sektor 9. Nei, distrikt 9. Þeir voru að breyta nöfnunum hérna á sveitafélagunum hérna í Svíþjóð úr Varmlandslan í Varmlandaregión. Þannig að þeir eru líka að breyta kontrollgridinu. Og þannig að ég vona ég hafi svarað spurningunum hérna eldri. Sko það að smitast er hérna það er meira sama ástand. Til dæmis ef ég fer í gufubað með konunni þá svitnum við bæði af því það er svo rosalega heitt í gufubaðinu. Að hérna munu nú CNN í Sýrlandi sem var að lykta ykkur bakpaka og sagði já þetta lyktar eins og sarjóngas. Að hérna já, þetta er ykkur nýr hérna með spurningar. Dökki, velkomin, nýgræðingurinn. Ég gerði vídeo þetta hvar íslenski seðlabankinn stendur í þessu öllu. Stórfrétt, sönnun að peningakerfið er blekking. Ég er nú hættur en að fara í jakka sko. Æ, ég veit það ekki. Það er ekki óþarfi. En hér getið þið bara fundið allt þetta seðlabankakerfi sem virðist vera að fara á hausinn núna. Og þeir munu fara í það sem heitir MMT
modern monetary theory sem að trúi því að þú getur bara prentað endalaust peninga. Já, þetta er eitthvað bilað. Já, þetta er bilað. Ég ætla að finna hérna Loka, já, þetta Loka líka. Ég var að reyna að geyma eitthvað svona sem að mér finnst líklegt að völdin sem ég ekki við vilja eyða, sko. Þetta. Þetta. Já, hérna er það. Ég finn nú ekki hérna, finn þetta ekki á netinu, en ég átti hérna fæl sem er hérna The Committee og 300. Þetta, ég greindi þetta allt fyrir nokkru, en þeir breyttu, þeir eru eiginlega búin að leggja Bilderberg niður og þeir eru búin að breyta strúktunum, sko. En hérna er sem sagt grunnurinn af seðlabankakerfinu okkar. Býtum við, lokaði hérna, eitthvað vill sem glugga. Hún er ekki loka bara á útsendinguna eins og hún lagði sig. Það er þetta hérna. Fyrir ekki, það var hérna smá tæknilegar örugleikar. Hérna er sem sagt name of current account, Holy Heaven Father account, HHFA 66201. Þetta er höfuðreikningurinn sem allir seðlabankar heimsins hafa aðgang að. Og þetta er þetta New World Order sem eru Sameinuðu þjóðirnar, alþjóða dómstóllinn, þessi tveir hérna, Heimsbankinn og fjárhags task force. Þetta er svo óendanlega, hérna kemur upphæðin. Infinitive Treasury Backup er óendanlegt af þessum frat peningum. Þar með talið íslenskum krónum. Og síðan byrjar hérna upptalning á bönkunum sem eru sem sagt ef þú fer í bankan og farið lán, þá er það kredit á þig, þú sem þetta skuldar, og debit á hlaupareikningi þinn og kredit, þið finnið ekki Íran hérna held ég. Það er að debit á þig, bankareikningi þinn, og kredit fyrir bankan, sko. Að þeir þurfa náttúrulega borga þér út eða bókfæra peningana út til þín. Nú bankin er síðan með debit hjá sér og kredit á seðlabankan. Og seðlabankin þarf náttúrulega einhvern veginn að fá ímyndunarveikina til sín. Og seðlabankin er með sem sagt debit hjá sér og kredit inn á þennan Holy Father account. Og hérna eru þetta er þetta frá 2007. Þetta er yfirleitt endurnýjað árlega. Hérna er DNB bankinn. Hérna er Nordea bankinn, Ísk bank.
Allianz tryggingafélagi. Þetta er allt saman sama, hérna, Landsbankinn, Ísland, Kaupþing-banki, Æsbank, Central Bank of Iceland. 686, næsti 6, hver er 666? Já, hérna, Banko Gibraltar banki, 666. Hérna er þess að bankanir, Kaupþing-banki, Straumur. Og það eru ykkur fleiri íslenski bankar hérna. Latvía, Luxemburg, Holland, Noregur hérna. DNB sem var að saka duglega íslenska sjómenn að vera að få peninga eða eitthvað að skamma þá fyrir að flytja peninga á milli staða eða komast undan skatta málum einhverjum. Hérna talaði gullforðan sem ástand á bakvið þetta. Hérna stendur hvar einhver tölfræði hérna. Síðan getum við farið hérna. Já, Trúmann minn, þú lifir í sjói, sko. Venezuela inn í þessu. Ég hef ekki séð þetta áður. Decision maker for maturity. Spiritual Wonderboy and Mari Krishna. Þetta er svo ótrúlegt að það hlýtur bara að vera satt, eins og einhver sagði. Þetta byrja undirskriftirnar. Elisabeth Englandsdrottning kvittar fyrir þetta. Stofnskjalið er sem sagt undirritað Bretadrottningu, kemur ekki óvart. Ætti ekki að koma neinum á óvart. Síðan byrja undirskriftirnar og hérna eru íslenskar undirskriftir. Já, þetta er í stafrófsröð. Takk fyrir það, Sameinuðu þjóðir. Æsland. Það er Árni M. Matthísen sem skrifar hér fyrir Ísland. Við kannast nú vel við hann úr bankaskruninu. Og hérna, það er annar Íslendingur hérna einhvers staðar. Hérna er annar listi. Ólafur Ragnar Grímsson skrifar hér. Þannig að þetta er nú svolítið svæsin mafía, sko. Og erfiðasta við mafíur er að halda þeim gangandi á milli kynslóða. Það var einhver einn annar frá Íslandi hérna. Hérna, já. Einhver Hjálmar Vaf Hannesson. Ég hef ekki komist að fundið út hver það er. En þetta er hérna H.E. helvítis ambassador. H.E. er það ekki helvíti? Þetta ekki. En hérna, þetta tala ég fyrir skriljón árum. Fingraför. King Anthony, St. Martin, Philips, segjum
Judge, sem eru dómarar. International Criminal Court. International Court of Justice, það er, já, Justice. Einmitt, sko. En þarna er vonandi, svar við þessari spurningum það hvar í staðsett Íslenska Seðlabankan. Hér er annað sem heitir Creature from Jekyll Island. Mæli með að þið kaupið bókinans. Hérna er heill fyrirlestur með honum. You almost get half credit for that, but it's not than what it is. Most people think it's a government agency. It is not. Those who Flestir halda að Seðlabankinn sé ríkisstofnun. Hún er það ekki. Seðlabanki Íslands er ekki ríkisstofnun. them is a strange creature. It's easier to say what it is not. Byrjum bara frá byrjun. The Federal Reserve System is a strange creature. It's easier to say what it is not than what it is. Most people think it's a government agency. It is not. Those who have studied it say, well, wait a minute, this is a private banking corporation. You almost get half credit for that, but it's not really a private corporation either. It's a hybrid. And to Það hybrid, það samruni. make it more complicated, we can say it is a cartel. This is the amazing thing. The Federal Reserve System is a banking cartel. It's no different than a banana cartel or an oil cartel or the sugar cartel. It just happens to be a banking cartel. Það sem sagt alþjóðleg glæpasamtök eru kallað kartel og það þetta skjal hérna. Þetta sem sagt þetta svona skjal þessara mafíu. Þetta ekki já. Þetta bara skipuleg glæpastarfsemi. It's a group of very large and powerful private banking interests who have gotten together in a cartel arrangement, and they brought the federal government into it as a partner in order to use the force of law to enforce the cartel agreement. You see, with most cartels, if a member of the cartel wants to break out or violate the agreement, if they fixed prices, for example, and one of the members of the cartel wants to raise the prices contrary to the agreement, there's no way for them to discipline the member of the cartel and force him to stick with the agreement. But if you bring the government into the arrangement and convert the agreement into law, now all members are required by law to keep the agreement or they go to jail. So this is why cartels always, throughout history, have always tried to form a partnership with the government, whatever government is in the locale where they operate. And so we come to the amazing conclusion that the Federal Reserve System is basically a cartel, a banking cartel, that has gone into partnership with the federal government of the United States so that the federal laws can be used to enforce the cartel agreement. Now that's a real shock. It was to me because, you know, when I started in this process of research, I thought, like most people, that the Federal Reserve was an agency of the Þegar hann segir Federal Reserve þá getur hann verið að tala Íslenska Seðlabankann. Íslenski Seðlabankinn og Íslenska valdstjórnin eru skipuleg glæpasamtök. Government, and that it was formed to protect the people, to protect you and to protect me and to stabilize the economy and to make sure that we didn't have much inflation or unemployment or all these bad things. And you know, when the chairman of the Federal Reserve comes before Congress or before the television cameras and he's asked to explain why they raised the interest rates this month or why they lowered them or whatever they did, the chairman always says, well, we did it for you folks. We did it in order to cool down the economy or to stimulate the economy or to create more jobs or whatever. It's always expressed in terms of, we did it for you folks.
it wouldn't go too well if they said, well, we really did it because it helped the banks. People would say, what? What did he say? You know, but you can imagine the head of the banana cartel saying, well, why did you raise the price of bananas this month? Well, we did it for you folks to make sure that, that there would be enough stimulus in the economy that we would always have bananas, you see. Anyway, back to the question. What is the Federal Reserve System? It is a cartel, and it's a hybrid organization. There are very few like it in existence. It seems to have some of the characteristics of a government agency because the government is involved, and it seems to have some characteristics of a private corporation because... En þeir hlusti bara á þetta vídeo, ég sitt sennilega linkana undir. Hérna eitt sem að Frank Zappa, vinur minn, ég hlusta á Frank Zappa þegar ég var ólingur eins og Ingi var í morgundagurinn. Og ég var með svona kærustu test með þess að ykkur líklega dama var ekki til í að hlusta eitt kvöld á Frank Zappa, þá áttu nú ekki séns í mig, sko. En hérna segir Frank Zappa, the illusion of freedom will continue as long as it is profitable to continue the illusion. At the point where the illusion becomes too expensive to maintain, they will just take down the scenery, they will pull back the curtains, they will move the tables and chairs out of the way, and you will see the brick wall in the back of the theater. Ég bara setja þetta á veggi minn núna. Þetta sem sagt það sem að gerast beint fyrir framan augun á þér. Og ég búinn að segja ykkur þetta í skriljón 1000 ár. En það gerist ekkert. Það enginn að koma í. Það bara allir reiður út í mig einhvern veginn. Og hérna þessna áhugi minn á þessu fer minnkandi, sko. Hvað finnst þér eðlukenninguna hans David Icke? Góðar spurningar hérna. Veist að Ducky undir leyninafni. Það alltaf leið. Þetta það sjaldan sem ég fæ svona, sjaldan. Ég mjög gaman að ég fá alvöru spurningar. Sko, David Icke snillingur. Og hérna David Icke bara einfallega snillingur. Eins og Griffin. Edward J. Griffin líka snillingur. G. Edward Griffin. Þetta eru svona einna fyrstu kennarunum mínum í doktorsnámi mínu. Eins og þið vitið náttúrulega með doktorsnám í samsæringafræðum og þjóðfélagsverkfræði. Og ég held ég að hlusta á allt sem þessir gaurar hafa sett á ljóðbók og ég pantaði bókina hans líka. Ég reyndar ekki panta bækur frá David Icke. En hérna þið hafa aldrei séð viðtalið eða heimildamönd við þessa menn í íslensku sjónvarpi. En David Icke hérna hann skal ég segja ykkur, hann með ofboðslega góðar greiningar á hérna á til dæmis problem reaction solution. Þetta er reyndar Hegelian dialect. Hann mjög góður kennari, hann til dæmis útskýrði þetta, þannig ég skildi það þegar ég þessa opinberum frá honum. Og þessi koronavírus sem í gangi núna problem reaction solution. Hann fer rosalega vel í gegnum, sko, hérna í gegnum hérna leyni samfélögin og New World Order og allt það, hann fer mjög vel í gegnum það.
þar sem að ég og Davíð Æg förum aðeins að aðskiljast, að það eðlukenningin hans. Það sem hann að tala reptile. Og þar sko, ég heyri hvað hann segir, sko, og ég veit ekki alveg hvort hann að nota myndlíkingu reptile brain, sem hluti í heilanum sem sem sagt dýraeðlið, dýrseðli mannsins kallað reptile brain. Og reptile brain images. Það raun bara læknisfræðilegt hugtak, sko, reptilian complex. Þetta kallað reptilian brain. Og hans kenning svolítið hann svona, hann eiginlega fer svo langt eiginlega bara að einhver hafi riðið krókódílu og út af því kom einhver elita, sko. Ég ekki alveg þar, sko. En hins vegar ef þú sérð verk þessa fólks sem að vinnur, eða þetta eins og faktor 8 og barna, allt þetta ógeð, þetta eiginlega hegðun sem minnir meira á reptilian heldur en manneskju. Og svona pælingar, sko. Ég tek þessu eins og myndlingu hjá honum. Hann að tala þetta, að þetta fólk sér hann búið að deyða hinn 2 heilahvolin. Og það vitað að uppeldi á elitunni, eða krökkum hjá elitunni, eins og konungsfjölskyldunni eða eitthvað slíku, sko, að hluti af uppeldi inn í þessum fjölskyldum að láta börnin fremja alveg óheyrilega glæpi og líka peðin sem þeir nota, sko, eins og allir stjórnmálamennir og eitthvað slíkt, að og það var það sem að Epstein Island snerist að það var að fá fólk til þess að gera alveg hræðilega hluti, sko, og sem leitist út í þá í grættu eða eitthvað slíkt, sko, eða einhvern veginn, og svo þau náttúrulega ofskynjunarlyf og alls konar og þeir virðast meira sér að vita á ákveðnum tímum, sko, ef þú færð barn til þess að gera ákveðna hluti á ákveðnum aldursskeiðum og þá deyðuru þessa 2 og þarna ertu með MK Ultra og allar þær pælingar, sko, að það virðist vera að þú skoðar hegðun þessa fólks sem ég er búin að vera að lýsa og eru með segja sögunar að 157.000 handtökuskipanir á eðlulegu fólk. Þegar það kemur nú fram, það sem þetta fólk hefur verið að gera, til dæmis fyrir mér, ég veit ekki, er það manneska sem að pyntar barn til þess að fá adrenalín í blóðið til þess að geta drukkið það? Er það manneska eða er það reptilian? Og síðan fer Davíð Æg út í hann fer út í bylgjur, hann fer út í theories, það vibrations, hann trúir því að allt sé bylgjur og hann trúir því að þessar reptilian verur sem að hafa hertekið
að þær séu tengdar einhverjum, þannig fer hann alveg út úr mínum comfort zone sko. Og hérna Saturn, Moon, Matrix sko, það er til ég þegar menn fara að tala stjörnu, galaxís og svona, þá bara já, ok, þá missi ég áhugann á því allavega. Þegar fólk fer að tala þessa tölvutekningar og lega sögu þetta er enda sannleikur, en þetta getur verið vatn sko, lifandi, ég fór yfir það áður, að leið og menn fara að trúa þessum ævintýrasögum geiminn, þá svona já, ok, ég get kannski tekið metafóru út úr því sem þú ert að segja, en ég er ekki sammála kenningunni. Ég get alveg verið sammála því að eins og til dæmis Matrix-kenningin, það er byggt á svipuðu konsepti sko, að það er að trúa menn að það sé allt saman bylgjur og tölvuforrit og fleira slíkt. Er ekki trailer hérna? Trailers? Nei. Ég vil bara trailer sko, ég vil ekki brjóta reglur. Við áttuðu ykkur að því að ég er með gríðarlega mikið af self-censoring. Það er margt sem ég tala ekki af því að það er allt saman ritskoðað. If you're intrigued by movie making as a career, this isn't the class for you. Okay. Þið vitið að ákveðnir aðilar hafa sagt að allt sem í bíómyndum satt og allt sem í fréttunum lygi. Whoa. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? What is happening to me? The answer is out there, Neo. It's the question that drives us. What is the Matrix? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? They're watching you, Neo. Human beings are a disease. You are a cancer of this planet. And we are the cure. Og þetta skoðun aðila eins og Kára og valdstjórninnar og Sameinuðu þjóðirnar. Þeir trúa að þú sért vírusinn á jörðinni sem þarf að lækna. Get me the hell out of here! Welcome to the real world. Hérna sjáum við að hann búinn að vakna og þið sjáum að hann kastar upp og sýnir viðbrögð sem heitir disassociation. Sjáum hvernig hann verður reiður og það margir verður rosalega reiðir út í mig til dæmis þegar þeir eru í þessu disassociation ástandi. So you're here to save the world. So what do you need? Guns. Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Buckle your seatbelt, Dorothy. Because Kansas is going bye-bye. Seatbelt, Dorothy. Because Kansas is going bye-bye. So you're here to save the world. So what do you need? Guns. Get me the hell out of here!
Já, það kemur ekki atriðum en það sem hann kastaði upp og Morpheus var að segja honum hvernig raunveruleikin væri. The program, Smith. And I will give you back your savior. Ok, það er ekki mikið varð í þetta. En það er sem sagt þetta sem ég var að sýningu sem þetta skjal þarna frá sem getið séð í hinni vídeónu. Þar sjáum við þetta að það er búið að setja ull yfir augun á þér. Þú lifir í fullkominni lygi. Já, svo er náttúrulega Truman Show, það má ekki gleyma því. Það er alveg ótrúlegt hvað ég hef mikla þolinmæði að fara yfir sama hlutin aftur og aftur með ykkur. En það er nú margir sem að þurfa ekkert að fara yfir þetta lengur. Reyndar. Comments are still headed. What else is on? Yeah, let's see what else is. Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's the... Comments are still headed. What else is on? Yeah, let's see what else is. Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's The Truman Show! Yeah! Good morning! Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. What if? No scripts, no cue cards. Morning, Spencer. How's it going? What if you were watched every moment of your life? How many cameras you got there in that town? 5,000. I believe Truman is the first child to have been Í Bretlandi eru 10 kamerur á hvern íbúa. legally adopted by a corporation. That's correct. Ættleiddur af fyrirtæki. Brilliant. What if everyone you knew was pretending? Hi, honey. Look what I got at the checkout. Dishwasher safe. That's amazing. What if your world was make-believe? Cue the sun. While the world he inhabits is counterfeit. I'm not allowed to talk to you. That's how I look. Not your type. There's nothing fake about Truman himself. What if you didn't know it? Wow! Datt niður ljós. Wow! You didn't know it. Until now. Þetta atriði eins og þegar kaninnar drápust í Elliðaardalnum. Það svona það ljóst eftir nú. Now. What? A lot of strange things have been happening. Stand by ring cam. Is he looking at us? Do you think he knows? I think I'm mixed up in something. Something big. We accept the reality with which we're presented. Við samþykjum það raunveruleika sem að okkur kynntur. We accept the reality with which we're presented. Everybody's pretending, Truman. Get out of here. Come and find me. Truman? Truman! Truman! Anything happen? No. You may find yourself in another part of the world. Feels like the whole world revolves around me. Everybody seems to be in on it. I'm going away for a while. You may tell yourself, this is not my beautiful wife. You may... Ég get fengið copyright claim ef það tónlist í þessu. Það pælið ég allir þessu. Ég ætla ekki að fara aldrei yfir því núna. Allavega þeir segjast vera búin að slaka á ritskoðunar logoritmanum. Veit það ekki. Þetta er ástæðan fyrir ég að kalla Frosta Logason Truman. Og þeir eru með Truman Show. En allavega, takk fyrir, það er búin að vera hlustun í allt kvöld og þetta verðist að gengi bara vel. Ég vil minna ykkur á að læka og bjalla, setja bjöllusauðin á og deila vídeóinu ef þið þórið því, það er ekki margir sem þóra að deila. Og þetta er þið náttúrulega allir hafa keypt miða við ingangin, það er náttúrulega í undir vídeóinu, þar eru linkar á stuðningsleiðir. Nú er engar afsakanir sko, því að einhver tíma sögðu menni að það er ekki bankareikningur á Íslandi. Nú er það komið kreditkort og bara allt. Allt í boði, PayPal og ég veit ekki hvað og hvað.
og já, það líka í lýsingunni Red Bubble mörk sem ég hef gert og geti kíkt á það. En eitt sem ég vil líka ítreka, að ef að ykkur vill hjálpa til við að frelsa heiminn, mér sýnist enginn enn að því. Og eins og þetta lítur út í dag, ef að hvíthattarnir klikka og sú kenning klikkar, já, kanínurnar bara steindrápust, getur séð það á vísi.is eða já, hérna sjáum við. Bara steindrápust fullt af kanínum. Og þið vitið með kanarífuglinn í kolanámum að hann settur í kolanámun þegar það lekur gas. Og þetta var strax skýrt með einhverju drullu máli þetta einhver vírus og einhverja lygasögur sko. Ekkert að marka þetta er bara lygi, hrein lygi Hugsanlega sennilega gæti verið, þau veit ekki neitt sko. En við vitum að það hefur oft verið spreyjað eitur yfir fólk áður. Sjáum við þetta lítur svolítið út eins og chemtrail eða ekki. Bíddu nú við. Nei, þetta eru bara condensation sko. Þetta eru contrail, ekki chemtrail. Þetta er contrail, þetta er bara vatn. Og þessu var spreyjað yfir fólk daginn út og daginn inn. Sjáðu þið. Þetta er bara vatnsgufa, sjáðu þið. Ekkert aðtölulega, það veist, come on. Sér það, Axel, þetta er bara vatnsgufa. Þannig að það er verið að spreyja okkur. Og og það er verið að geisla okkur og þetta er kanaríufugl í kolanámunni sem að steindrápist hér og þið trúið orða þessar steypu sko, strax teknir einhverjar fávitar. Póksveirum, já, einmitt. Þetta er sem að þau hafa séð í Víetnam líka, þau sjá náttúrulega viðkvæmu dýrin dreifast fyrst, sko, eða lendi vandræðin fyrst. Svo náttúrulega eitt myndband sem ég vil benda ykkur á, það sem ég fjallaði með svona. Jonestown. Hérna, já. Hérna fjallaði það að mér þótti einkennilegt að það sem var að vera að skoða sjálfsmorð vegna hér var að vera sjálfsmorð vegna cyanide eða blásýru. Fólki átt að hafa drukkið blásýru og hérna er eitthvað með gasmask og hundarnir eða dýrin eru steindauð líka, sjáðu. Þannig ég var sem sagt ekki að kaupa alveg þessa kenningu sko. Og þessi kartel hikar ekkert við gasgrímana.
Og akkur þetta gasgrími ef að þetta er cyanide. Það er eitthvað miskilningur sko. Þannig að þegar að detta niður steindauðar kaninur í Elliðaárdalnum þá er verið að spreyja eitri yfir þig. Og sennilega miklu þróaðra heldur en Agent Orange sko. Það er bara gamalt drasl sko. Monsanto og Bayer og þessar eiturverksmiðjur eru búin að finna upp sko þvílíka koktela til þess að spreyja yfir þig. En ég sé ekki alveg að þetta stemmi bókaldið í þessu frekar en öðru. Og Waco var líka. Það voru brennd börn lifandi og sko þessi valdstjórna klíka, þessi kartel, þessi seðlabanka kartel, það þolir illa að fólk reyna að komast út úr dæminu sko. Og þess vegna er fólk drepið sem að voga sér að reyna að komast út úr prísundinni. Og Johnstown er dæmi það. Og það er hugsanlegt sko að hvítuhattarnir, að þess að New World Order og þetta geðsjúka lið sem að segja bara já, við ætlum bara að fækka mannkinu 95% og það er þetta CO2 lið og þetta pakk sko. Það geti verið að bara einhver hópur af fólki segir bara nei. Við erum ekki að fara að drepa 95% mannkynni. Það er ekki að fara að gerast á minni vakt sko. Það geti verið, veit það ekki. Who knows? En það var nú rannsóknarverkefni fyrir eitthvað að finna ef það eru dýr hérna á myndunum. Ég hef ekki farið alveg í detail með það sko. Það væri spennandi rannsóknarverkefni sko. Sjáðu, ef ég hefði meiri tíma þá myndi ég nú gera mikið skemmtilegt sko. Ég væri til að vera bara rannsakandi svona pælingar allan daginn. Ég það nú víst að lifa á einhverju öðru. Ég er svolítið upptekinn bara að vinna. Og alltaf þessi kall með gasgrímuna að sjá þið. Já, þeir ekki hóstið hérna. Helvitis kemtreilið í hálsinum svolítið. Aftermath, drenga smá grínmur. Já, ég ætla að selja það ekki dýrar en að keypta og þetta er þá kannski bara síðasta spurningin í kvöld. Og ef að ykkur vilja spinna við að enda í hungurleika Elysium drullu þá endilega styðjið mig til þess að verða forseti Íslands og það verður partí ef ég verður forseti Íslands og þið getið lesið á vikingaflokkurinn.is. Þar er ég með svona að setja hugsjónum mínar fram og þessi flokkur var neitað
okkur var neitað skráningu og hérna sérst vikingaflokkurinn.is, hérna stefnan og hérna ég hef ekkert átt við þetta lengi sko, hérna flokkin, bara við feðganir sem erum í stjórn og hérna eru samþykktir flokksins og ég hef farið yfir þetta áður, ég nenni því ekki aftur núna en þessar samþykktir og þessum flokki hefur verið neitað skráningu hjá djúpríkinu og í raun ekkert lýðveldi á Íslandi, það bara lýðveldi af því að lýðveldi þýðir til dæmis, ég get sannað það bara á 30 sekúndum að það sé ekkert lýðveldi á Íslandi ef það lýðveldi þá hefur kjósandinn, lýðurinn, allar upplýsingar allt sem að gerast á meðan að það 100 ára leynd yfir skjölum á Íslandi þá ekkert lýðveldi lengur, það bara lýðveldi, það verður að ljúga þér og hérna verður að vera eitthvað nýtt fólk okkur ég að tala um þetta alltaf gamla ég er búin að tala um þetta 100 sinnum sko ef ég kíkja á þennan kall hérna William Tweed þeir sem að trúa á tilviljanir Frank Zappa segir það í pólitík ekki tilviljun að það ekki tilviljun að Twitter heitir Twitter það byggir á tweet Twitter, tweeta að hérna hann sem sagt hann yfirtók hérna, já, það ekki að sjá þetta fyrir ekki hann yfirtók kosningakerfið í New York held ég að það verið og það var alltaf bara kosið hans fólk sko og hann lýsir því hvernig á að gera það ég held að hann hafi sagt sko mér alveg sama hvað kjósendur kjósa ég bara á að gera þeim sem telja atkvæðin og hérna hann tók stjórn á New York en þið lesið þetta raun lýsing á íslensku valdstjórninni og hvernig þeir hafa haldið völdum þeir til dæmis neita nýjum flokki skráningu sem að svipað sko já, það segir mér að það bara lýðveldi af því að þeir sem að hafna skráning á flokknum eru þeir sem að ég mun þá sennilega reka og þeir vita það að ég mun reka stóran hluta af þessari djúpstjórn eða glæpa klíku og þá varna þeir náttúrulega skráningu og það heitir tweetismi eða tweetismi og tweetismi snýst líka aðgang að fjölmiðlum og fleira slíkt og hérna það þannig sem þetta gert og það þannig sem þetta á Íslandi þannig að við búum eða þið sem búið á Íslandi ég býr endur í Svíþjóð ég íslenskur ríkisborgari þannig að ég hluti af lýðveldinu Ísland og hérna ég leyfi mig meira að segja efast skilyrðin fyrir forsetakosningum að það sé þörf á meðmælendum það bara eitthvað skáldskapur til þess að fólk get ekki valið og hérna þannig að til þess að skilja og takast á við íslensku valdstjórnina og reyndar allar á Vesturlöndum og hugsanlega í heiminum þá þarf að hugsa það að fólk eins og skipulag það er svona blanda af skipulagum glæpasamtökum eða kartel og sértrúarsöfnuði Brave New World sértrúarsöfnuði
og ef að þið horfið á með því ljósi þá er mjög auðvelt, fólk skilur ekki bara hvernig veist þú þetta allt saman Axel og hvernig kannstu séð þetta allt saman fyrir og eins og hefur nú eitthvað sagt sko að við samsæringar erum bara að drekka te núna sko og meðan allar aðrir eru að panika. Ég byrjaði fyrir 5-6 árum að vera með closet paper buffer sko. Ég reiknaði út á einhvern tíma og hugsaði myndi supply chaini truflast í svona langa tíma og ég setti fyrir 5 eða 6 árum setti ég closet pappír forða með það og ákveðnar matvörur og auka vatnsbirgðir og fleira slíkt. Þannig að ég gerði það 6, 7, 8 árum þá. Þannig að það var ekki panik hjá mér. Þetta var allt saman bara til. Ég þurfti ekki að hlaupa og kaupa sko. Þannig að við samsæringar erum nú bara að chilla sko. Við erum bara verður önnur mjög góð spurning. Ef þú ert fjölmiðlamaður, af hverju tekur ekki viðtal bara? Verður New World Order ekki sett á núna eftir að efnahagskerfið hrynur og seðlabankar þjóðnýta allan heiminn? Sko, ef að það væri þá myndi ákveðna atburður ekki gerast og þetta er áhlaup New World Order til þess að ná markmiðin sínum og völdum sem þeir ætla sér að ná en hins vegar er gríðarleg mótstaða frá sérstaklega Bandaríkjunum og og því tel ég að sé stýrt að hluta til af Bandaríkjunum. En síðan eru sko BRIC. Það er BRICS. Það heitir fyrst BRIC. Núna heitir það BRICS. Brasilía, Rússland, Indland, já, það fyrir ekki bætti við einu staf en BRICS eru svona þjóðir sem að gáfust svolítið upp á þessari vestrænu peningaglæpastarfsemi sem að er sem sagt Brasilía, Rússland, Indland, Kína og Suður Afríka og þeir eru sem sagt að setja upp nýtt peningakerfi sem er komið á koppinn og þessar þjóðir sko, þeir muna að Bandaríkjamenn voru alltaf að BRIC hérna upphafi, það heitir BRICS núna ok, að þetta eru svona ríki og þjóðir sem bara fengu nóg af glæpastarfsemi hinna bara þjóðir sem gáfust upp á þessu dæmi sko. Seðlabankunum og þá sérstaklega væntanlega glæpum Bandaríkjamanna sko. Og og svo er náttúrulega SWIFT-kerfið. Þið veit til dæmis að Íran hefur ekki fengið neinn aðgang að SWIFT í 100.000 ár sko. Og
banking, já. Að það sem sagt SWIFT kerfið. Bandaríkjamenn sérstaklega hafa misbeitt þessu alveg gríðarlega. Þeir eru bara að loka á fyrirtæki og segja að þið geti bara ekkert átt viðskipti hér. Það kannski Líbía ætlaði að selja Súdan olíu eða Líbía ætlaði að selja Kínverjum olíu. Nei, þá þurfti það bara að fara í gegnum Bandaríkin, sko. Og það er þetta petrodollar dæmi. Og það sem við erum að sjá er hrun á einokun SWIFT með þessu BRIC-kerfi. Og þeir eru að standsetja eða setja í gang peningakerfi, sko. Og sko þegar, ef ég les í merkin, til dæmis muniði þegar að út á Krímskaganum, þegar þau voru að sprengja allt í tætlur í Krímía, þá var Pútín gagnrýndur í Rússlandi fyrir hvað hann leyfði þessum brjálæðingum í Úkraínu með Bandaríkja, CIA, pakkið allt saman og djúparíkið að drepa Rússa, sko. Og hann var gagnrýndur, af hverju svarar ekki? Og hann svaraði ekki og bara fórnaði ákveðnu magna á Rússum til þess að halda friðinn. Og saman með Kínverja núna. Þegar að djúparíkið eða CIA pakkið ræðst á Kínverja, þá halda þeir bara að sætta sig við mannfallið og halda bara áfram, halda stöðu sinni og halda áfram. Og það er ótrúlegt hvað að þeir vita af þessari NATO og CO glæpa starfsemi. Og þar er meira að segja bara staðfest eins og Gladio, NATO í Gladio, Operation Gladio, að þar voru bara eitthvað hermannapakk sem lá eftir World War II fullt af vopnum og eitthvað svoleiðis. Þannig að þeir fóru bara að stunda hryðjuverk í Spáni, Ítalíu og víðar. Og og það er til dæmis eins og með í Afganistan núna, og það hefur nú fullt af fólki á Íslandi sem hefur tekið þátt í því. Að þar er þetta drullu pakk búið að vera í Afganistan og þar er ræktað ópíum og þar eru bændur til dæmis í Afganistan sem vildi ekki. Ég heyrði þennan vitnisburð frá bandarískum hermanni. Hann sagði, ef að bændur í Afganistan vildi ekki framleiða ópíum fyrir Bandaríkja eða fyrir þessa glæpaklíku, þá voru þeir bara farið heim til þeirra miðanótt, sparka niður hurðina og þeir pyntaðir þangað til að þeim datt sjálfum í huga að fara að rækta ópíum. Þá var einn sleppt og landi notaði að rækta ópíum. Og það er svona lið sem að stýrir þessari súpu. Og nýja Bilderberg fundaformið, eða það sem þau tala mikið saman núna, er Atlantic Council. Og það heyrði líka í heyrði það hjá henni Rósu, og hún er að tala sko NGOs sem eru, svolítið vafasamir, sko. En byrjum við. Þetta er svona nýja fórumið eftir að þeir þurft að loka Bilderberg. About the Council, Barisma til dæmis í Úkraínu hefur styrkt þessa gaura mikið. Og er hluti af stuðningsaðilum hana. Og svo náttúrulega allir the usual suspects eru þarna, sko. En Barisma setti mikið af peningum henni til dæmis. Og virðist vera komið að breyta svolítið mikið hérna. Það var áður, hvað maður séð hverjir fjármagnaði þetta.
kannski maður geti síð þetta hérna á Wikipedia, ég veit það ekki. En síðan þetta að fara miklu dýpra í til dæmis allir peningandi sem fara núna í hérna sem verið að núna einhver að taka test af Íslendingum og það borga sko fleiri 100.000 kall fyrir hvert test og hérna og það fer allt inn í þetta sko þess vegna Kári borga erfðagreiningin og allt þetta borgar enga skatta á Íslandi þetta allt saman í einhverjum svona sko það mjög athyglisvert að ég sótti nú stöður útvarpsstjóra þangað var ráðin lögga sko til þess að það var ljóst að ríkisútvarpið var notað sem skattaskjól á Íslandi bara fyrir framan augun og öllum svo þegar kom svona smá pressa að fara að skoða það eitthvað þá var bara sett lögga í djópið sko en hérna sjáum við hverju fjármagna þetta hérna American Business Leader og hérna United Arab Emirates og Ukrainian Oligarkar og Burisma Holding það ekkert einfaldara heldur en að setja eiturefni í flugvélar láta það spreyjast yfir það hugsanlega einhvers konar eftirlit með vatni sko. Og það líka cover sko. Þeim virðist takast það að segja fólki bara að þetta bara vaskufa aftan á flugvélinni. Þeir komast bara upp með að segja það sko. Og það virðist allir bara kyngja því. Hérna í Víðanum segja bara nei, hvað minnum við sem að spreyja? Nei, þetta bara vatn, þetta bara vaskufa. Bara vaskuður, ekki vera með þess að stæla og hérna markmiði núna að drepa 30 til 60 milljónir manna og já, annað svo margt sem ég geti talað annað sem kemur fram þegar Jason Goodman að labba New York og þeir eru að sitja upp líkbíla, líkhús á hjólum og þeir eru að setja upp þetta skip, þetta spítalaskip og allt svoleiðis sko. Þetta allt saman til þess að komast fram hjá eðlilegum bjúrókrötum sko. Að sjá allir með sí þegar hann ég er búin að segja nafnið á hann sem hengdi sig, átti að hafa hengt sig þarna með svona serviettu Epstein já að þá var bara að gefa út dánavottorð bara sjálfsmorð sko það ekki spurning að það óbúslega mikil svona tækni pappírsvinna sem að þeir þurfa að gera rétt eða að drepa mikið af fólki en nú veitum við ekki hverja þeir að drepa sko ef þetta New World Order sem að koma inn þá munu þeir drepa alla sem vaknaðir sko og þá þurfa þeir að vera með svona skip þegar svo skipið ekki undir landslögum það sjúkraskip sem verður að sigla inn í Kaliforníu og New York að það ekki undir landslögum og það allt sem gerist þarna borð ekkert að rannsaka það bara skipstjórinn og fyrir utan það herskip sko þannig að enginn sem getur rannsaka neitt sem gerist borð í þessum skipum og og við vitum allar pyntingar frá Guantanamo eða mest magnið að það var flutt í skip og meðal annars íslensk varaskip að sko og líkhús sem sagt í einhverju sendibílum eru til þess að framkvæma ákveðna stríðsglæpi en nú veitum við ekki alveg hvorn hópin á að drepa sko. Þessir 157.000 sem á þessum handtökuskipunum hugsanlega bara eitthvað sem hefur fengið þá hugd þetta fólk svo spilt og svo viðbjörnslega við verðum bara að drepa þetta lið bara allt saman, bara þurrkum þetta út og það eftirtektarvert að hotspotanir fyrir þessa sturlun í New York og í Kaliforníu og herskip eða sjúkraskipin að koma inn þarna á þessi tvö svæði og það búið að loka öllu sko og
við erum búin að sjá mikið að skrýtnum Tom Hanks til þess að koma til Ástralíu og þetta lið allt saman svona eins og rottur að hlaupa frá Titanic skipinu sko. Og það töluverð hætta líka á bara hreinlega sjálfsmorðsöldu hjá þessu fólki sko. Og það er líka það sem ég held að menn hafa áhyggjur af sko. Og þannig að það á bara eftir að koma í ljós hvernig þetta verður sko. Og ég get ekki fullyrt á hvorn veginn þetta mun fara. Og þið sjáu sko að þessi veira er mjög pólitísk og efnahagslega sinnuð sko. Að þegar löndin sem búið að loka, eins og Noregur, við vitum að þar algjör glæpastarfsemi í gangi, olíusjóðurinn tæmdur, falski fáninn 22. júlí. Sko ég hef talað við töluvert af Norðmenn, ég var náttúrulega að vinna þarna. Það er ótrúlega mikið að þessi trúir ekki opinberu söguna 22. Og veist, hvað ætla Norðmenn, núna hrynur norska króna bara niður úr öllu, olíunarinn bara komur á hausinn og núna munu Norðmenn komast að því að olíusjóðurinn er bara nánast tómur. Og ég veit ekki hvort þið vissu að því þannig að 22. þegar að atburðin í Útey gerðist og sprengingin í Oslo, að það var alveg bara hinum einn, langt frá sprengingunni, þar var skrifstofan með olíusjóðs bókaldinu. Það brann allt saman, bara hvarf allt bókald olíusjóðsins, sem minnir svolítið á World Trade Center 7. Það sem að hvarf all sakamálagögn í Enron og WorldCom og fullt af sakamálum sem bara hurfu. Og það fór engin flugvél í byggingu 7. Þannig að það er þetta sem hugsanlega verið að hreins út. Og þegar þetta CO2, sko, þessi sturlungar eru allir í CO2 heila ruglinu, sko. Að við sjáum að Trump hann bara sagði Prump á það. Trump sagði Prump. Hann bara, veist, við viljum ekki að fara hérna aftur í bara steinöld, sko. Þannig að það virðist vera mótan og það að Trump sé ennþá lifandi. Þó að ég hef heyrt kenningar að þetta sé Trump númer 3 og þetta sé Pelosi númer 2. Ok, það breytir kannski ekki öllu. En svo heyrði ég fréttamannafund hjá Pentagon. Og í svona ástandi eins og núna, þá ef að Pentagon væri undir stjórn New World Order, reyndar margir sem hafa sagt að bandaríski herinn var komin undir alþjóðlega stjórn New World Order liðana. Og ástæðan fyrir því hann stofnaði Space herinn eða Game herinn til þess að fá fullkomin yfirráð yfir hernum, sko. Ég allavega nægum hluta til þess að framkvæma þessa aðgerð. Og það sem gerist til dæmis í seinni heimsstyrjöldinni var sem að Guðjón Hreinberg hefur greint mjög vel, þá komu þarna inn Rússar og Kínverjar og alls konar lið sem komu bara inn í Evrópu til þess að breyta niðurstöðum, sko. Að ég sé ekki alveg hvaðan slíkt lið ætti að koma núna. Það er náttúrulega þetta NATO, Gladio, ISIS rugl, sko. Og en þeir eru þessi glæpamenn sem á að taka út núna, sko. Og svona ríkisstjórnar eins og í Danmörku sem að tala að fara að neyða bóluefni á fólk, þannig ertu bara komin út fyrir Nuremberg Code og hershöfðingjar eins og í Pentagon, Rússlandi og Kína og Indlandi og svona, þeir bara ætlaðu að fara að neyða, eru þau bara komið svona langt út fyrir Nuremberg Code-an, sko. Þannig að þessi ríki eru líka svolítið bara að stoppa þetta, sko. Og síðan spurning með þennan áróður CIA hvernig ástandið í Kína. Ég legg mikla efasemdir á það upp að vissu marki, sko. Ég hef heyrt
ég trú ekki öllu sem sagt voða ástandið í Kína, sko. Þetta svona minnir svolítið á Sovétríkina, þar var allt bara svo í reynasta helviti. Alveg rétt, ég veit það ekki. En mjög gott að eiga viðskipti við Kínverja og þeir eru óbúslega þægilegt fólk, sko. Og ég bara þekki það ekki. Ég bara get ekki óbúslega dugleg og Kínverjar eru þvílíkt duglegir og í háskólum á Vesturlöndum er farið að banna Asíufólki að koma inn að þeir eru svo gáðir. Ég bara, ef þú ert með svona eins og í Harvard eða einhverjum þessum skólum, sko, þú ert með eitthvað svona gáfna inntökupróf, sko, þá ertu bara með Asíumenn í skólanum, sko. Það er bara þannig, þeir eru bara, þetta er bara klárt fólk og ég ber bara mikla virðingu fyrir því og til dæmis þessar aðgerðir í Hong Kong, ég tel miklu líklar að þetta hafi verið bara CIA sviðsetningar og starfsemi, sko. En það við vitum að Hong Kong er hub fyrir alla þessa glæpastarfsemi og kenningar það að vírusin tengist því eitthvað, ég trúi því nú ekki, sko. Þessi vírusa skáldsaga, sko. Og reyndar leið og Kínverjar spörkuðu bandarísku blaðamönnunum út, þá bara læknaðist ástandið, sko. Þannig ég held að við ættum nú bara að byrja á því að kefla þessa helvítis múgaæsingamenn á Íslandi. Já, þessar helvítis fjölmellur allar. Bara byrja á því að segja þeim að grjót halda kjafti, sko. Man fólk ekki hvernig þeir sungu í gegnum allan 2008 ránið með valdi, þjófnaður í rán valds. Þannig að ég veit ekki hvort að ykkur sé almennt viðbjargandi og ég meina er fólk ekki bara uppskera það sem það á skilið? Ég meina, af hverju er allir svona reiður út í mig? Þú veist, ég held að ég hef bara verið nokkuð spot on með allt sem er að gerast. Ég veit ekki betur en ég hef lagt til greiðsluverkfalli til þess að kæfa þetta bankaglæpastarfsemi þarna strax 2009. Nei, það var ekki nógu fínt, sko. Ef það hefur farið að mínum ráðum 2009 að fara í allsherjar greiðsluverkfall og taka niður þessa bankastarfsemi, bara gjörsamlega ganga frá henni, þá værum við ekki í neinum vandamálum í dag. Þá hefði það bara verið afgreitt í eitt skipti fyrir öll. En það var bara Axel, hann er bara veist, ykkur er bara ekki viðbjargandi. Þið munið bara uppskera nákvæmlega eins og þið sáið og bara njóti að anda að ykkur Agent Orange núna næstunni. Það sko, þegar þeir eru að tala um aðra bylgju, þá er verið að tala um aðra eiturefna ára, sko. Áttu ykkur á því. Og það er líka þessna sem að þeir vilja stoppa allt flug. Þetta hefur flug ekkert stoppað, ég skil það ekki. Botna ekkert í því. Og þeir sem að stýra, þeir eru bara sammála um það sé bara fínt að drepa 140.000 Íslendinga. Það virðist vera bara dæmið. Og ég er búin að vara ykkur við. Ég er búin að benda ykkur á sönnunargögnin. Það er svona mína kenningar og hvað ég er fyrir mér í þessu. Og ég meina, það er eins og Ítalíu núna, það er bara Pornhub með frýtt, sko. Ég meina, ef þú fer á topp íslenskar heimasíður, þá er Pornhub og einhverja fleiri svona klámsíður alltaf bara í toppinum á topp 10, sko. Ég meina, ef allir eru bara, þú veist, allir eru bara heima að runga sér, sko, er svo bara reiður út í mig, eitthvað að vera, þú veist, bara benda á raunveruleikann, sko. Þá er bara hlaupa lemmingarnir fram að bjarginu og ég er stikkfrí, sko. En allavega, takk fyrir í kvöld. Þetta er alltaf, það er gaman þegar ég kemst svona á flug, sko. Það er ekki oft sem ég næ svona góðu flugi, hvað er ég búin að vera lengi
engin tíma, 3,5 tími sko, þetta aðeins lengra en venjulega. Og því náttúrulega þakka hérna einum hlustenda sem kemur með alvöru spurningar. Ég voni að ég hafi svarað þeim nægjanlega vel. Það hefur ekki komið follow-up spurning. Ég lít svo á að þetta sé nokkuð vel svarað. En ég þakka alla þótt ég sé svolítið harðorður líka, þá þakka ég líka fyrir hlýhugana og svona ákveðin hópur sem er kringum mig sem er mjög jákvæður og skemmtilegur. Og mjög margir líka farnir að sjá plottið og það eru fleiri farnir að hljóma eins og ég. Fleiri. En bara var ykkur á því að ég er með einkaleyfi á höfundarétt og orðinu samsæringurinn. Hér hef ég unnið náttúrulega gríðarlegt frumkvöðla starf og nú ætla allir út í svona starfsemi, sjáu það, nú er allir að kópera, allir að gera eins. Og já, það er bara komið gott í kvöld og ég veit ekkert hvernig ég nenni að gera svona live aftur sko. Ég er náttúrulega bara upptekinn að lifa með konunum minni og börnunum og tala við son minn nýgiftan í Eþíópíu. Mjög gaman að hann er búinn að giftast yndislegri konu og er bara hamingjusamur þar. Hún var ekki leyft til Íslands eða þeim hjónabörnunum.